Það komið 17. júni og FM 95 Blöður hefur hafið göngu sína á þessum föstu degi á svolítið furðulegan hátt. Það er komið ljósmanauti alltaf meira og meira með tímanum. En núna, þetta er það rugglasta sem við bara gert. Og þetta er ekki einu sinni í fyrsta skipti. Þú hefur gert þetta svo oft. Nei, ég hef gert þetta einu sinni áður. Þetta er alveg galið. Hvað gerðu þetta? Við getum farið út í hvort er galið. Ég fer á klósetti. Við erum fólki að velja hvort er meira galið. Ég fer á klósetti og sér kemur hann hlaupa almenningsklósett. Mást ekki veit eða nummer 2? Ég var ekki nummer 2. Og þetta er bara hérna, þú veist, í vinnunni 6-7 básar, skilur. Steinþór, við erum að fara. Nei, ég hef gert þetta einu sinni áður. Alveg galið. Steinþór, það er líka. Nú ætlum ég að segja mína hlið. Já, en að hlaupa inn daginn, þá beið ég eftir í 25 mínútur á bílastæði, einni bílum. Hvað er þessi búin að eyða mörgum mínútum á ævi minna fólking bíða eftir? Ég er að vera geðveikur. Já, en þú ert algjörlega farinn að þú ferð inn á klósett og, hörðu, Steinþór, það er alveg bara, hörðu, sko, þú ert að keyra mig á þann stað að ég er svo þreyttur að bíða eftir að ég lapp inn á almenningssalinn og spyrði þér langt í þig. Já, sko, það er það dónalegasta. Ég veit að ég láti þið bíða í mörg ár. Hversu mikill dónaskapur er það að láta ykkur fokking bíða eftir sér? Já, en að lappin á fokking almenningssalinni og sparka upp hurðunum og vera Steinþór. En þú veist, það var annað fólk og ég þurfti að fara á salinni. Þetta er fullt af fólki. Þú varst að hægja þér. Já. Sko, þú varst að hægja þér. Þetta er allt vinnufélag. Það sá ég, rauðan taka, þú varst ekki einn að hægja þér. Þú veit ekki, það er fullt af klósettum. Það var helviti mikið að liða þessi helviti blöð öskra Steinþór. Já, það er umgangur hana. Þú veist, þetta eru bara fullt af klósettum að allir labba. Það var fjóri sem heyrðu Steinþór. Fjóri, miklu fleiri. Af því að það heyra að þetta er fyrirtæki líka. Hann öskrar þetta, hann er með hálfopna höfð, Steinþór og það er fólk haldið þetta. Í fyrsta lagi hann frekar mig, sko. Nei, í fyrsta lagi þá erum við á annarri hæð í vinnun okkar. Hérna er bara fólk sem er vinnunni. Ekki gerir þetta heima hér. Hver einasta manneskja sem er að vinni veit bara greið auðvitað, hann er greinlega þreyttur að bíða eftir Steinþór núna. Menn vita að Steinþór er hægur. Ok, segðu sagt, hefur bankað á baðherbergi hjá Rakel og sagt, Rakel, drífðu nú, Rakel, hvað er þetta að gera? Ég hef ekki eitt svona cirka mánuð af ævi minni að fokkin bíða eftir henni heldur. Ég ætla að spyrja. Ertu slow pooper eða fast pooper? Hann er að skeina sér í hálftíma. Hann er rætt að vinni skeina þér í hálftíma. Ég er ekki að segja neitt núna sem að fólk veit ekki. Hann er rætt þetta líka í blöðkastinu. Ok, við erum þetta FN95 blöð núna. Hann tekur hálfa rullu og hann er löngu búinn að skeina sér þegar hann ennþá skeina sér til að tjekka öryggislega hvort það komi einhvað smá. Það fer eftir tegundin á hæðunum vantarlega. En veitu hvað, skeinur þið þá og býður í svona 5-6 mínútur og skeina þið svo aftur. Ástæðan fyrir ég fer að neina og kalla Steinþór. Ég veit að Steindi. Þú sagði hálftíma skeina. Ég er ekki heldur þessi hálftíma skeina mig. Ekki trúa þessu, sjá manninu. Hann er árið galinn. Hann lappaði inn á klósett á hann og öskraði Steinþór. Og öskraði bara, veistu það, fólki vitandi að hann myndi fara í döðum. Annað fólk er ekki bara Herðu, annað fólk er ekki svona tróðfull klósett. Ég er að segja annað fólk klósett. Þú veist, ef ég væri Ég skal gera þetta nákvæmlega sem ég gerði þetta. Ég kom inn, ég opnaði Steinþór, langt í þig. Þetta var ekki gróðarið það. Paldi í þessu, þetta er ruggla dæmi. Hann satt á rassinum hann að skeina sig. Eins og ég væri bara að leika mér. En varst ekki Símonu bara og Vísi og Nei, ég er ekki Símon. Það er ofta að menn séu bara inn á klóstið í Símonu. Já, ég ger það kannski heima með mér. Ég ger það ekki hérna. Hérna fer ég bara klóstið og fer bara af því. Og ég var bara búin að vera í nokkrar mínútur hann kom, sko. Þetta er ekki eins og ég hafi verið í hálftíma. Þú varst búin að vera í 10 mínútur? Nei. Þetta er ekki trikki sem að IKEA trikki mitt og því ég var lagagómur og aðri lagagómar, þú veist, þá var eina pásan sem þú fekk, svona viðurkennd pása, þú þurftur að hægja þér. Þú gæst ekki bara tiltur á lagarnum, bara okkur dínu, þá kom bara Bjarni yfir maður og sagði, bara drullast til að vinna hann að aumingin, en þú getur fara svona salerni, setið það í 20 mínútur. Það eigi allir það trikk. En ég var að segja, var það trikki svo? Ekki Ötti var að vinna í IKEA, hann myndi að koma að inn og byrja að kalla á alla. Þau verður búin að býða. Pæli öðru fólki að vinna þessi líka, segir bara, þú veist, þá er ég ekki að tala um mig, ég er bara að tala kannski. Þú talaði svo verið 50 manns að skýta á þenni. Það var allt í rauðum lásum. En kallaði ekki annar eitthvað svona fjögur klósett. Steindi svaraði ekki. Þú veist, ef ég var allinni núna, hvað hugsaði ég hugsaði bara, er hann orðið sturfla? Ég hugsaði, er hann farin yfir? Því að þetta er svo gaman. Ég á vorkendunum miklu frekar en að vera reyður. Þegar ég satt allinni, ég hugsaði bara, ég myndaði hvernig öðru fólki líður þetta. Þú veist, ef ég væri núna inni og einhver myndi koma inn, Gulli,
Ég væri bara, hvað er að gerast þetta? Þú veist, það er bara, þú veist, hvað er að gerast Þetta þetta? var jafn óþægilegt og þau komið til að lapp inn og þú ætti að hæja þér, glemdir að læsa Það er líka mjög þreytt koncept Ég ítti ekki neina húnaðinni Flotnaði frá klósti Segjum að Gulli Helga Læst að fara úr húnin Ef að Það Gulli er Helga óvart ef einhver lappar inn á þig. Þú veist, ef einhver lappar það er óvart, þú glemdir að læsa, lása hann bilaður. Þetta er dónalegt. Ef að Gulli Helga væri hann geðbilaður á heimi Karlssyni, hvað hann var alltaf að bíða eftir honum Ég myndi sitja einhverju klóstun að skýta og svo kemur allt inn bara Gulli Helga bara Heimir, langt ég myndi bara hlæja bara Hann var að bíða eftir mennin að ferðina Ég myndi ekki sitja Fokk, hvað þetta er óþægilegt Þarna er auðvitað að verða þessu skam Og mest að kalda nýsu Ég var mættur þetta fyrstur. Ég fór bara klóstun. Já, svo fyrst að bíða eftir Já, þú veist, Og það er oft þannig þegar við erum alveg að fara á svið Ég og Steindi Þá byrjaði hann bara Ég verði aðeins að hoppa klósti Ég bara Steindi Það er verið að fara að kynna okkur inn Það er svona eins og verða að láta bíða eftir sér Stresspiss Þegar hann er á réttum tíma Þá er svona verða að láta bíða eftir Hvað sér sem voru þetta hæðið? Voru þetta eitthvað vesins hæðið það? Nei, það bara Ekki skeinast allt og lengi bara eins og hann gerur oft Það var bara ekkert vesinleil. Þetta var bara, ég var bara í eðlilegan tíma að inni. Fyrir utan það maðurinn kemur inn Egill var komin Sestur, byrjar að drekka bjór Farin inn að míga Og komin aftur ynga Hann bara, þú segir að Steindi væri þetta Þá fari ég bara Ég hlakka bara til að heyra það hlustendur finnst um Já, ég svo Þú finnst þetta dónalegt eða eðlilegt? Nei, ok, þá ætlum ég að spyrja hlustendur Finnst ykkur ekki dónalegt Að þurfa að bíða á bílastæði Hvert einasta skipt eftir manneski í svona 25 mínútur Þurfa á 2 börn og konu heima hjá þér Finnst ykkur ekki dónalegt að þurfa að bíða inn í klefa Á leiðin á 4000 manna hátíð þar sem að er verið að bíða og það er alltaf að spyrja þig bara hvað er Steinþór ég veit það ekki, finnst ykkur það ekki helviti dónalegt? Þetta er 10 sinni dónalega. Nei, þetta er bara ég Hitt á ekki breyki Ef ég var búin að gera þetta eitthvað einasta skipti sem þú vart á klóstisteindi í 10 þá myndi ég segja já, þetta var í viðbjörn Já, þú mátt nú ekki tala eins og ég bara alltaf seitt Ég var alltaf að lofa mér daginn bara alltaf að hætti þessu Ég var einu sem setna át að gigga það er ekki það er ekki rétt Hvað heldur þú sem er 4 manna gig bara 5 sinni viku? Ég hef alltaf setna á 4 manna gig En þegar ég er að bíða eftir að bílast Nei, þú ert alltaf fucking seitt Þú ert bara Ég er að gefa stöð Þú ert bara orðin rugglar Þú ert orðin rugglar Já, ok, þá bara verður þú að hætti þessu Ég nefn ekki að bíða endalist eftir Þú fóst bara hérna inn og veist að öskra inn á klósetti Ég sagði Steinþór er langt í þig Það er rosalegt Að segja Steinþór er langt í þig Það er bara ekkert, ég er rosalegt að þið finnst Ég er hefðið gaman að þessu Persónlega sko Ég var ekki að hæja mér og ég var ekki að öskra Ég er bara á hliðinni Við erum ekki samanlega greinlega hvort er dónulegra sko Nei sko, það er eitt að gera eitthvað tvisvarsinnum Eða hvað heldur þú hefur gert þetta nokkur sinnum sko Nei, ég hef gert þetta á tvisvar Og ég manur snappa síðast að gera þetta Ég setti, ég var þessu nýsestur Ég lagði þetta að vera þegar ég gerði þetta þriðja skipti Hérna bara, þetta er En hvað heldur þú? Ég hefði beðið oft eftir þess Nei, ég var ekki reyður Varstu líka Það er bara máli Nei, ég var ekki reyður Síðast? Mér finnst það bara, þetta er beyond that Þetta er svo skrif Já, það er margt skrítið í þessu En það er 17. júni og við erum mættir hér drengirnir Herðu, það er komið COVID-ræðsla aftur drengir Nei, það er ekki Já, komið það er núna, herðu, hver einasta fyrirsögn er bara að það verið að hræða maður með COVID Já, sko Ég var spurður í dag bara, verður pottið þjóðatíð Þetta eru latir blaðamenn, þetta tengist ekki COVID sko Og það er málið að þú er blaðamaður Þá er veistlega búið til frétt Svo veist að fær kliks en skiptir ykkur máli eins og þarna, það er enginn að spá í COVID í dag Ekki einn einasti maður Og þetta er bara við munum lifa með þessari veiru Þangað til við drepumst Hún verður alltaf, þú fyrir aldrei Og við getum bara hægt að spá í þessu Influensan var miklu verið fyrir fólk En þessi COVID Þannig að það ekki að vera Nei, þetta er rauninni bara máli, ég verður blaðamaður Ok, við gerum COVID-frétt Ég veit ég næ henni í top 3 mest lesið Líklega í nummer 1 Skiptir eitthvað máli Eru blaðamenn fá þeir borgað á hvert einasta klikk? Nei, það er smá keppni samt Það er smá alltaf innan hos keppni Ef að Siggi keyrir í frétt og fyrir mest lesið Þá var hann kóngurinn á þeim degi Þá var þegar hann lappar út Þá var allir svona eitthvað að gefa hann high five Og það er samkeppni Þú vilt alltaf frétti þín fyrir mest lesið Það borga eftir kliks eða ekki? Og það er sko, já ég meina þetta er bara Þú viltu fá að fréttin sé lesin Já Og þarna ertu með örugur með hits Og kemur ykkur COVID-træð Það er alltaf eitthvað lið sem er ennþá rætt við þetta Neikvæða fréttir selja betur líka Eða free common, ég er lið sem ennþá rætt við þetta sko, ég næði sér En það er náttúrulega oft verið að tala um clickbait
Þannig að þess að ég spáði, færðu borga fyrir, færðu bónus? Nei, þetta er bara honor held ég. Það er engi blaðmenn og bónus eftir klikk sko, það var rosalegt sko. Ég held það samt í alveg sko, ég veit ekki. Þetta er bara, þú veist, ef þú vannst daginn, þú fórst heim, þú varst kongurinn í vinnunum þenn degi. En af hverju eru það oft fréttir eitthvað svona? Það er heim bara og færði síkó og konan bara, þú segir kona, hörðu, ég var kongurinn þetta, hvað fréttastu með, nú farðu að vísi. En ef klikk skipta ekki máli? Skilur, þetta er svona sko. En ef klikk skipta litlu máli, af hverju er þá alltaf fréttir eitthvað, þessi var að mála mynd, sjáðu myndina, eitthvað, skilur. Klikk skipta máli. En þú fannst þetta ekkert auka greitt fyrir það út blaðan sko. En mér er þetta góð hugmyndjöður. Ef ég ætti meðil á myndi örgulega að vera með bónustent út á klikk sko. Þetta er bara besta hugmyndjöður ég heirt líklega sko. Það getur líka verið mjög hættilegt. Ég væri til að vera blaðan. Já, ég held að það var gaman að prófa að vera blaðan. Já, ég held að ég myndi hafa gaman. Já, og áhuga sem að gerast í samfélaginu. Það eru bara að skrifa það. Getur verið veistlega, maður sliðar held ég. Já, ég held að ég væri, því að maður ofta að tala sem maður er að lesa kannski vísi eða aðra miðla og maður er bara svona móðalig klikkbeit var þetta. Ég hugsa að ég væri svo grófasti ef ég var að vinna sem blaðamaður. Já, ég vil líka vinna daginn. Já, ég vil vera gaurinn bara. Og vinna vikuna og sér þeim sem vinnur mánuðin sko. Þetta er Það var kefni. Það var svekkjandi að vera búin að vinna í ykkur gögnum og skrifa ykkur að frétt í marga mánuði og svo fæði bara minna klikks en bara eitthvað kæftæði. Já. Það er herru, það er náttúrulega 17. júní og Keiluhöllin sem er proud sponsor á FN95 Blöð með mikið húlum að hafa í gangi núna og ég átti að minna fólk á það að þið geti kíkt í Keiluhöllina og þar er bara allt í gangi. Ég næði ekki að opna hérna póstinn en þeir eru með svona ef að fólk nennir ekki í bæin eða eitthvað svona þá getið þið farið með krakkana í Keiluhöllina. Já. Þannig að það er eitthvað svona þjóðatíða stemning hjá C.I. Joe. Já, það er svolítið þannig sko. Hann er alveg farinn sko. Já, það er blacklight, andlismáling fyrir börn og fullorðna, það er frýtt krab fyrir börnin allan daginn, partykeila allan daginn. Þannig að, já, eins og ég segi, þetta er fínt fyrir fólk að henda sér bara í keilu með krakkana. Við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Sko þekkið ekki, það fekk frí í síðustu viku. Já, þannig að það kemur sterkt hér inn Common Knowledge. Þú ætlar með það Steindi? Common Knowledge er gott, já, og það er sko svona 17. júní þema í því. Ok. Mjög skemmtilegt og svona, já, svona sögutengt. Já, það fæ ég ekki punkt. Nei, jú. Saga er ekki mín. Við erum saman í liðum, varstu? Já, rétt. Við erum að reyna, hann er búin að vera að klekkja svolítið á okkur með einhverjum Jay-Z spurningum. Já, sem veit hann ekki svörin sjálfur. Nei, veist þú svörin öllu núna? Ég sko, það var helviti sniðugt þetta. Þið eigin náttúrulega bara að geta sagt með Jay-Z svörin, sko. Ég segi ykkur þau. Það er mjög skritt. Svo er, já, klefin sem er í dag, sko. Það var mjög fræg setning hjá okkur í 70 mínútum á sínum tíma hjá okkur Sveppa að hvað sögðu átt vegna fjölda áskoruna þá verður þessi falda myndaðil endursýnd í kvöld. Það var enginn að skora okkur að endursýnana. Þetta var bara basically að við áttum í gefni. En núna er ég ekki að ljúga. Það er búið að biðja þetta ansi oft og fólk er verið að leita að þessu því að það gerðist og við ætlum ekki að spila hérna bara öll ötin. Þetta er bara þetta eina síntal sem ég ætla að spila aftur. Það er þegar Steindi hringdi og ætlaði að vera kona, sem sagt þetta var nafnagrín en byrjaði sem kall. Svo byrjaði hann að hlæja svo mikið að því þóttist að stýra og legokupp og eitthvað. Þetta er eitthvað ruglingu bara. Þannig ég ætla að spila það síntal á eftir sem er stórkostlegt. Fólk er búið að hafa samband við út af þessu. Spila líka aftur en að gæði hringir á bylginu og segir að vera eitthvað að segja um að tróða okkur byrja raskjötu á sig. Já, ég þurfti að finna það. Ég fæ ekki leið á. Það er eiginlega besta comedy of all time. Þegar línum sló saman. Já, þegar gæði hringir í bylginu lendir í beinni. Það voru Pétur búin að vera með dagskalinn tróðið sér raskataður og hann hringdi svo setnum dag þá hringdi hann inn á Reykjavík síðdegis í beinu. Já, það sem að þú ættir að lofa eða last þá var hann að lasta að einhverja að vera að hringi í sig og segja honum að tróða hestur upp í raskataður. Já, hann stóð þeir voru líka bara hérðan og þessu það passar ekki. Fatta ekki það var comedy sko. Hvað er spurningkefni gerist annars? Það er King of Being a Patriot þegar það er 4th of July á Íslandi í dag 7. júní. Já, svona okkar 4th of July. Þetta er þetta góður punktur því að sko erum við Íslandingar, tökum við 17. júní í jafn hátíðlegan og Bandaríkjamenn 4th of July? Nei, það eru skrúðgöngur. Já, þetta er ekki heila tjá. Í Bandaríkjunum er þetta allir mjög stoltir þessum degi. Hérna er þetta meira blöður og snuttur og svona brúðubillin. Kandifloss. Já, þetta er pínum að vaknar og hugsa, verður maður ekki að gera eitthvað fyrir krakkana?
Já, þú vaknar ekki og flaggar stoltur. Þú bara, þú ert stemningu, flaggar og ferði kantiflós og ég held að þetta sé ekki svona alveg, sko, Bandaríkjamaðurinn rosalega stoltur, sko. En það kemur ljósa hvor ykkar svona meiri 17. júní kall. Hver tekur hann dag? Já, ok, gengur þetta allt út á 17. júní bara? Já, þú veist, basically, já. Það er svona bara hver... Já, það er séð. En ég veit að sko úlingar landsins eru pottitt mjög sáttið með dagsetninguna á sig. 17. júní hitti á föstudaginn. Já, bara í bæ og löng helgi og þetta fólk að ferðast og það var alveg veistla. Já, þetta ekki. En eru úlingar... Þetta hefur eitthvað verið mikið í gangi í gær á 50. Af því á frí í dag. Þú fórst í píl og eitthvað yfir? Já, veist, ég held að fólk að vera að mökka sig vel, sko. Já, ég hef slátt annað svona í mínum circle margir að fóru að hleysi. Já, á 50. Já, ég pílaði vel og ég pílaði fárlega vel, sko. En eru úlingar í dag að svona flikkast þér í bæ ennþá á 17. júní? Er þú hefði ennþá? Ég veit ekki, það er bara langt sem við erum í bæ á 17. júní. Ég var átt að liða hlýsi. Það er náttúrulega alltaf tónleikar og svona, það er allir komnir niður í bæ. Varst þú ekki fullur reyður í 17. júní inn í bæ? Ég held að sé engin tónleikar. Hvort sem hell í sig ekki. Er það ekki? Já, það er alltaf eitthvað gangin í bæ. Svona stór tónleikar? Á 17. júní, já, fjandinn hafi. Já, ok. Er það ekki? Fólk með bakpoka. Það getur að renna á það eftir að tjekka á sig bara. Landa í bakpokanum og svona alveg stemning, sko. Já, en svo veit ég að það er hellingur á liði sem að hlustar á okkur, já, á netinu. Bæði á Spotify og Vísi. Ég held að bara við tökum tölun á það, þá er það yfir 50.000 manns, þannig að það eru margir að hlusta núna bara á mánudegi, og margir hlusta líka erlendis nú, því að það er aldrei fleiri Íslendingar verið held ég erlendis at the same time okkur núna. Já, þannig að kannski er ekkert margir að hlusta okkur live núna, við hugsaum það alveg, það er svo mikið í gangi, hvort það eftir maður með þáttu ekki. Þetta er gert fyrir fólki sem hlustar eftir á, þessi þáttur, það er svolítið þannig. Og ég held að mann aukast með hverju mánuðum á árinu og fleiri hlusta ekki beinni heldur og dreifti yfir vikuna. Ég fæ svo mikið af kommentum frá fólki sem er að nota þetta á mánudagana. Já, Monday gym. Þá ertu kannski búin að safna upp alls konar podcastum, sko, og er kannski með 4-5 sem bíða og við erum svona meðal þeirra. Það er bara helviti fínt og þannig að vonandi erum við að stytta vinnuvikuna fyrir það fólk. Haldið þess við margir að hlusta núna í beinni? Jú, fólkir í bílnum og mikið lið on the road, sko. Núna þyrstu að fara í Honk if you're horny, svona sjá hverju að hlusta. Fólk er út allt núna, sko, keira milli bæja. Akkur fyrir ekki það er oftar í Honk if you're horny, senda Richard út á eiguna og Nærbjörnssonum og breytna okkur, við erum 3 með þáttinn, sko. Richard er ekkert í þættinu. Já, hann er bara huggulegur. Heiðra gamla tvíhöðaliðin. Já, Hessi tók hann ofta þegar við vorum hérna niður í Skattalíð og voru hann aftur á það var líka meira umferð, nei samt það er fín umferð. Ég man eftir að ég var oft komin á Nærbjörnssonum út á götu að með einhverju leikjum, sko. Við fórum nokkur sem í þetta, getur þetta bara endurvekja þann lið. Sér þegar vorum hann að Ólagsverðinsunni þá voru ég að rölt og banka okkur hús á Nærbjörnssonum, sko. Það gera mikið að fucked up shit þessi 10 ár, sko. Já, þannig að maður verið að hugsa þetta, sko. Ég var eitthvað óa glaður. Akkur endaði ég því að banka Allsber og hús á Ólagsverði. Hver var ekki Steindi sem endaði í tjötni á Ólagsverði? Ég fór í tjötnina. Það var eitthvað keppni líka. Ég var að vonast til þess að hættir þessu. En erum við að fara aftur í þetta? Já, ég veit ekki. Ég hef ekki. Kannski erum við bara búin að þroskast svona rosalega. Nei, ég held ekki. Þessu svona hálfleitin eftir 20 ár. Já, við getum alveg, þú veist, það er ekkert mál að henda sig út á Suðurlandsbrautina og fara að klæða sig úr, sko. Það er kannski ekkert vel séð bara. Nei, tímandi breytast. Heldur við snúið niður og hendi tjeili? Ég veit það ekki. Sveimi þá, ég heldur sér búin að þroskast upp á því en hér eftir smástund er slúður. Það held ég kæru hlustendur þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við Steindi erum búin að kissast og sættast. Ég baði hann afsökun á því að hafa öskraðin og klósett. Eftir öskar á hann þegar það var að hæga sér. Já. Málega Steindi elskar að hæga sér, elskar ekki neyri lífun en að hæga sér, sko. Þá vil það fá að vera í friði, sko. Ég er að læra það með Steindur. Þú veit hvað ekki í friði. Eins og, ok, það sem ég ætla ekki að tröfla hann. Nei, aldrei tröfla. En veistu okkur ég kallaði Steindi? Út af því að þú varst að drífa þig? Nei, bara líka að því að ég held að þú væri bara svona dóla. Já, það er svona með pappirinn og væri að taka eitthvað nokkur auka svitaskennur en það var bara svona Steindi langt í þig. Það átti ekki að vera. Já, ég ætla ekki að taka mitt tilbaka. Mér finnst þetta bara ekki lægi, sko. Nei, þá ætla ég ekki heldur að taka tilbaka. Mér finnst ekki lægi að láta bíða eftir sér bara í 10 ár. Ég er saman því, en þú veist, við bara þetta, nú hættum við bara báðu. Já, þú hættir að öskra minn á baði svo gerir alltaf. Já. Ég hætti að láta þið bíða. Ég skal lofa. Já, það er bara góð laust. Þú veist að ég var erfitt með, ég sver ekki
ég vil aldrei sverja nema ég standi Króksar að sverja sann sko Króksar að sverja Ok, ég sverða upp á börnin mín Ég mun aldrei gera þetta aftur ef ég þarf ekki að býða eftir þetta En ef þú ætti að býða eftir aftur, myndu þú að gera það? Ég sverða ef hann öskur að minna að baða aftur þá læti ég hann býða aftur sko. Það mun ekki gera Nefnir sér hún að býða oft Ég verða að bara vera á svæðinu þannig að öskra aftur á þannig að hægja sér Já, það er rosalegt sko. Það er next level En það taka þetta á næsta level og sparka bara hurðina hjörunum Hann hefur bankað Það er eiginlega verra Nei, ég var aldrei bankað Nei, þú hefur bankað Ég veit náttúrulega ekki hvað klósett þú ert á Steindi Það má ekki ljúga Ég myndi aldrei fara Þá hefur hann bankað Þetta er ekki eina bað Ég hef alveg verið inn á einstaklingsbaði Þú veist, þú bankar Er ekki komin? Já, þá eru bara því við erum komin upp á sviðið Það er nú ekki algjört sann sko Þetta fólki vil bara rífur í húnin svo ferða Það er ekki margir sem bankar sko Það verður alveg ok, þarna held ég að það verður að ljúga upp á mig sko Nei, ég er ekki En svo þarna, ég vissi ekkert hvað klóstan var Það er eftir lengi að skeina þér Myndu segja að vera average Nei, það þarf ekki að fara út fyrir það í það sko Það er ekkert málið sko Það er enginn að leika sér að vera lengi staðar á almenningsklósti Ég leikið mér að vera lengi á almenningsklósti sko Er það? Til hvers? Og ég er bara í símanum og ég er að vafrum og Já, stundum enn að bara hafa það kósí Svo opna ég Twitter og sem fer ekki að sjá set bet, seðil og eitthvað dúlla Það er bara heimahöður eða eitthvað Nei, ég hef alveg verið bara í kósí hérna inni líka Ég veit ekki það sko Það er þetta rosa Þess að núna ég spáði að setja seðil núna Nei, einbett er að þættinu með Við erum að slúður Brakandi Það getur að fara að búið til neitt seðil Erlend slúður Herðu, sko Ég er búin að vera að fjalla síðustu 2-3 pakkar Ég er allir fjallað Kim Kardashian Já, það er geggjað höfður sko Hún er rosalega mikið í slúðinu núna En nýjasta er að hún eigðilaði hún nánast eigðilaði kjólinn af Marilyn Monroe Og það er allt vitlaust Af því að menn eru aðalega svona eða fólk að hneykslast af hverju í ósköpunum hún fékk hann lána því að þetta er rándýr kjól þetta er sem sagt kjólinn sem að Marilyn Monroe var í 1962 þegar hún söng afmælisöngin fyrir þáverandi forseta Bandaríkjanna John F. Kennedy Lítur á þetta rífu buttur að það var kjólána eða ekki? Já sko, ég minna þessi kjól var keiftur á safn fyrir tæpar $5 milljónir Já, var á safni og hún bara reif hann úr einhverju glerbúri og fór í hann Nei, hún spurði hvort hún mætti fara í þetta Met Gala og hérna er þetta Já, sjáu, hérna er myndin Þetta var allt í demutum Sjáu munin á kjólunum eftir að hún skila hann Já, sko, málega þarna vil ég allir líka allt eru svo lítið Þetta er sekt, sko Málega, ef ég var að yfir maður hann á safninu Já, sá sem að tók þá ákvörðun Ég er ekki verið leiðilegur $2 sekt Veiðilegar hann að kjól Akkur mátti þessi kjóll ekki bara fá að vera í frið Það er klink fyrir hana, borga þetta sekt Ég myndi freka að segja, sko, Kim til varnar Sá sem að tekur ákvörðuna bara, herru, jú, við ætlum að lána henni kjólinn You're fired Step into my office Þú veist, þú lána mér ekki Mona Lisa út í matabóð, sko Nei, það verður heldur Getur ekki að lána, það verður heldur næst að vera Nei, farða ekki Farða ekki lána Og nú er endalið svona gif bara, herðu, í Guðanabænum ekki lána Kim þetta og eitt af því var, hérna, Svanakjóllin hennar Björk Ekki lána Kim þetta Hún er alltaf lendið einhverju vesenigri Farði, drullastu bara í þín eigin kjól Ég elska Kim út á lífinu og hægði sig þannig Já, og fyrir utan það að þegar hún fær kjólinn þá áttur hún svo á því að hún passar ekki í hann Enga megin Tróð sér í hann sko bara eins og Steindi gerir hérna fyrir gallaböksu sko hann treður sér í það sko Hún fastaði, hún tók sko hérna íbúfenkúrin en hann Steinda Vatn og íbúfen Já, því að hún borðaði ekki í marga daga til þess að komast í kjóli Og hún var líka gagnrýnd fyrir það að hún hefði verið að tala um það opinberlega að hún hefði gefið borða Því að það var eitthvað, það er slæm fyrir mig Hún komast í jakkafötin sko Það er alltaf fartið fyrir. Men ég fæ mikið fólki til mig sem er að gifta sig og það er að koma til ykkur gömul jakkaföt sko, þetta er mjög þekkt sko En það er eigin föt sko, það er ekki að taka föt akkur safni og tróða sér í þau sko Nei, þetta var ekki sniðut Svo hægði sér, ég veit hún að hlusta, ríðu þið í gang Kim, þetta var ekki nú sniðut Já, svo móti er þetta náttúrulega líka bara eitthvað kjóll sko Þetta er bara eitthvað döður hlutur Já, þetta er samt legendary fólk Ég er að segja, þú veist, það er bara Það varstu basically að segja að öll málverk og allt séu bara döður hlutir og, þú veist, fuck that shit sko Nei, kannski ekki alveg sko En þú veist, þetta er svona, nei, ég ætla ekki að, ég tek þetta tilbaka Þetta er ekki rétt sem ég er að segja En þetta er sögulegur kjóll og merkilegt En þetta er bara, það er allt orðið svo Það er bara alltaf verið til fjandans Já, við erum að bara, hvað er í gangi? Hvaða mál er þetta? Já, og við bara ræðum þetta hér á Íslandi bara einhverju 3-40 gæjar Við erum í slúðri Ég veit það, þetta er bara slúður Allt orðið En ég er samt sko, það er ekki Kim sem skeita hana
Við erum bara alveg hreinskinn. Það er svo manneskja sem ákvaða lánin. Já, ég er sammála því Hvernig dómar var nú? Var það overdose eða? Já, var það ekki? Ég held það Flest celebrity day. Nei, bara hvernig dómar var bara off topic en hvernig dó Marilyn Monroe hlýtur að vera eitthvað overdose eða hún var ung sko. Ég meina Var hún ekki svo Nei, það var náttúrulega bara Þetta hlýtur að vera drugs Það voru náttúrulega bara rosalega mikið af svona slúri sögusögnum líka bara hvort hún hafi verið myrt sko Það kom inn einhver heimildamind ég geti verið að tala eitthvað með raskatinu sko en þú veist þetta hún var náttúrulega bara þú veist svo mikið innan Kennedy liðið og allt þetta og svo kom Það hafi verið látið að Lucas overdose sem var ekki overdose kom einhver að sögusögnum þú veist að einhver hafi verið með big mouth og tala eitthvað sem átti ekki að tala og allt vissi hún ógustlega mikið. Ég minnir ekki að svíkja mig að þá var hún í baði eins og Elvis Ég held það Og taka MDMA Ég held að það verði eitthvað læknadópi Af hverju finnst mér eins og hafi verið eitthvað svona einhver Kennedy bróður hafi verið að segja frá okkur atómsprengjum eða eitthvað og þess vegna hafi verið eitthvað slúður þetta en þetta er alltaf bara gossip Þetta er specialty á Steindaður það var lengi að hæga sér og slúður Þetta er bara það sem þú er góður í stil Ég var nákvæmlega einhvern tímann að spá í þessu máli nákvæmlega þessu og ég googlaði þetta einhver kvöldstund og svo er ég búin að gleyma í hverju þetta er hárrétt Já, ég er að googla þessu Hvað var nú gömul? Hún var bara 36 Það var allavega eitthvað svona Það var youngblood Það voru ekki 36 ára núna þetta Já, 37 Það voru conspiracy theories að hún hafi verið myrt Það var aldrei sanna Það var bara conspiracy theories Þú voru myrtur núna, þú voru Jakob basically Það er bara, wow, kanntu starfræða Ekki taka MDMA í baði Það verður ekki að tala um MDMA Þetta dónu þannig Nei, ég bara tippa á það, ég veit ekki Ég ætla bara að fara í næsta slúð Það er Paris Hilton hótelerfingin og Fellow DJ, já þetta fjallar um DJ og það er, ég er með marga spurningar eftir þetta slúður Herru, hún ákvað að spila frekar í brúðkaupi hjá Britney Spears heldur að spila fyrir forseta Bandaríkjanna og alla hina forsetana Já, ég meina, er það ekki bara eðlilegt það? Hvort er skemmtilega partí Britney Spears og hennar fyllibittu vinnir eða eitthvað boring, eitthvað svona cocktailparty með einhverju forsetum Hún var beðin að spila fyrir forsetan, forseta Bandaríkjanna og alla hina forseta heimsins yfir kvöldmat á einhverjum viðburði Bara Biden og allir mættir saman Já, bara allir nema Putin, sennilega En af hverju er verið að fá Paris Hilton í það með fullri vinningar Fyrsta lagi er hún hot celebrity Hún er mjög góð DJ, ég get sagt að því ég sé hana live Já, ok Og hún er bara Hún er entrepreneur En finnst okkur ekkert skrítið að það eru allir fórsetar heims að fara að hittast og það hugsaði einhver hver á að DJ og ekki fá Paris Hilton Ég menna hún er ekkert furðulegt Hún er einn af bestu kvenkis DJ-um í heimi í dag Já, ok, þá sé ég alltaf kjæfti, ég veit náttúrulega ekkert DJ Og ég menna þú veist, kannski hugsaði, fáum DJ fáum á female hot celebrity hver er best Ég vissi ekki hún var svona góð, sorry Ég menna, ég var á settur og hún bara með solid set Ég hefði alltaf giskað að það myndi fá bara svona einhvern rólegan píanuleikara í staðin fyrir techno-DJ Nei, málega DJ-arnir ég búið að segja maður taking over, sko Já. En ef þú DJ að bara gítarlögum Næstu 10 ár þá fer ekki á tónleika sem einhver gæir á trommum og einhver á bass og þetta er dött Nú er bara DJs Egil, þetta eru fórsetar Bandaríkjanna Joe Biden er sko með aðra löppina í kistunni sko Kannski er bara Biden technohau sko Já, en við erum að tala sko Gæti verið að segja að fara að DJ að rólegum gítarlögum Nei Ég hefði haldið þetta að væri John Legend og þá bókar bara Kali og hvað er hann, Kenny G og eitthvað svona Ég held þetta að væri alltaf þannig eitthvað Já, og meira þess að Lenny hefði rúlað þarna sko Þetta er bara, ég er bara að segja, þú veist að mér skríti allir fórset að þið vilja techno-DJ Ég stiði þetta En hún valdi Britney og fór þákað Sleppti fórsetunum og hérna spilaði brúkupi Kemur fram hversu gott partí var hjá Britney Það var bara álúru mörg Nei, ég var náttúrulega með það í síðustu viku að það var hérna unningin sem hún giftist á sínum tíma Það var stekkit alveg það, hún var ekki gigga þar Hún var ekki í því partí Ég hefði líka valið þetta hefði ég fengið að velja á milli Ekki ég Ekki foss, þetta er auðvitað ógeðslega leiðilegt partí Spilaður fullt af foss Það sýtir allir eitthvað í jakkafötum og þó er enginn að sína sér rétta andlit og allir með okkur koktum Britney Spears, allir mökkar, allir MDMA partí Hvað, herðu, varst að læra nýtt orð? Þú ert bara svona 10 ára krakki Það er allir í MDMA eða hvað sem þetta heitir hér Ég gaf að segja þetta orð Hann var að heyra þessu nýja fíknir MDMA Það er allir á því Þetta er meira partí og Britney sko. Það er fólk að standa og hoppa sko. Já, ég sé Biden ekki hoppaði mikið og maður bjóta möðminn sko. En þú setur á síni bara, ok, mér finnst svalara en það er náttúrulega vinkonur þannig að ég, sko
vini sinna. Það ekkert sem ég virði meira en fólk sem alvöru vinur vina sinna. Og hún það greinlega því að þær eru góða vinkonur og hún tók þetta fram yfir. En ég bara segja að þetta svalar að hafa spilað fyrir alla forsetan það eitthvað svona virðingi. Það faglega mat sko. Það mitt faglega mat. Það fyrir Britney Spears aðdóndar úti, þeir hata blönuna sko. Nei, ég tím Britney og alltaf verið. Herðu, Britney Blöndal, ég reynda að vinna date með henni. Svo það síðasta slúðri hér. Ég nenni ekki að fjalla þetta einu sinni. Þetta reykja þetta inni, má veipa þetta inni? Steindi má ekki veipa þetta inni. Ég kasta. Já, ég líka. Ég hef aldrei lagt inn formulega, ég veit að Heiðar, hann hlusta, CEO Heiðar, Steinþór að veipa þetta inni? Eftir brjálæðskastið að Steinda, þá ég spæða kvarta líka. Hvað heldur að hún sé ekki drullu sama? Ég sé vaskuva hérna. Ég ætla að tjekka á Þóroddi, má veipa inni. Sko Þóroddi missir ekki að mínúti, Þóroddur Steinþór að veipa hérna inni. Má það? Nú ég búin að klaga í alla minni yfir Það veit eitthvað Þórallur og Heiður bara að hugsa núna Jésús, hvernig nennan að hanga við svona vælikjöf allan daginn Segir maður sem hótti fyrstu 5 mínútur því ég bankaði og tjekkaði hvort það var að koma Hvað myndur gera úðarakerfi fara í gang og það myndur kosta fyrirtæki Þetta er vaskuva Þetta er vaskuva Og hvað þýðir það? Það veit ég ekki maður Það er gufa ég Er ég læknir hérna? Læknir? Hvað er að gera? Lákar voru ekki bara í frí í dag Nei, getum við ekki Það allir áttu ruggfóðin í þessu hætti Hvað erum við sem maður? Gengum bara ekki En sko, lokaslúður átt að vera Khloe Kardashian Ég veit ekki hvað vaskuva Ég er ekki læknir Nei Hvernig, vorum við að tala einhverja aðgerðir? Við áttum bara að vera í frí í dag Við bara að finna það 17. júni, við áttum bara að vera með fjölskyldum Það byrja líka þannig að Steindi bara hægja sér og þú öskar á Þetta er fullkomlega 17. júni Þetta er bestið þáttur of all time, vil ég meina En svo náttúrulega má ekki gleyma því að fjölskyldur út all land núna eru eiginlega að öskra á hvora aðra sko. Það er að blöðurnar að sleppa upp í dyr og bílholoft og Krakkarnir í sykursjokki Já, allir krakkar með hór núna brjálaðir og það er stemningin Þetta er þáttur allra landsmanna Og alla fjölskyldur það er alltaf einn í fjölskyld sem lengi að hægja sér Hann bara hægur að hægja sér sko Og eitt sem alltaf komin á öskra Það er svo bræður Þetta er basically þannig sko Ég get lofa það, Ted og Matti vera svona líka Já, lokaslúður átt að vera hérna Khloe Kardashian Þetta ég vil að vera Hann loksins hættur að tala þetta Verðt ekki að rifja þetta alltaf Nei, ég er bara veldig gaman á þess Ég er eitthvað hættur að tala þetta Þið er alltaf að rifja þetta Ég er hættur þessu Já, ég er ekkert að tala það er ekkert meira að tala Ég er búin að sverja, ég gerir ekki eftir Ég myndi borga þetta í hversu mikið fyrir að sjá live footage á andlitunar þegar það var kallað á því Fóða svipin á þetta Hann var örgulega priceless Það kom þögn Það var ekki sem svaraði Vel reyður mig var skegg Sko, ég opnaði svona og sagði Steindi langt í þig og svo beigði ég eftir svarað og kom ekki til svarað og lokaði, þá vissi ég að sauða á hann Þetta var slúðurpakki dagsins Nenni ekki að fellja síðasta slúðri Það Tristan Thompson auðmingi var að halda fram hjá Khloe Þetta var heldur góður mólar maður þarf að hrósa líka góður mólar í dag Þetta var flotti mólar Nú bara hrósar okkur báðum bara Hildomólin Þið gáðum mér rautt spjald einu sinni Hildomóli var eins og besti langa tíma Herðu, þetta var slúðurpakki dagsins Við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga FM 95 Blö Já, eins og við komum inn á hér í byrjun þá minnum við á að Keiluhöllin er með fyrirlíkt húlumhæ í Keiluhöllinni ef þið nennið ekki í bæinn og viljið vera inni þá vitið af því, kæru hlustendur þetta ekki, hvernig eru þeir ekki allir feskir? Jú, heldur góð, sko, CJO er bara ég veit ekki hvað hann færi þess að hugmyndir sko það er bara, hann heldur áfram að gefa þjóðum Ég hef ekki drukkið þennan oft af því að 17. júni ákvaði ég að opna eitt kaldan hérna og það er að sjálfsögðu bara 2% lightbjór Tuborg Gold Já, já, hann er bara nokkuð góð ég er með ves ég það nú mest hann alltaf góður Moskva mjúli í dós við erum, það er 17. júni það er mest einn já, jú, allt 2% Við erum Patriots Já, við erum Patriots og það er einmitt í spurningakeppninu eftir hjá Akli, er það ekki King of Patriots? Ég er mjög spennt að veit hvað vinnur þetta Því að þetta, veistu svo, birthday keppni var að viss allir þetta walkover Þetta getur tæpra Ertu að Patriots, Steindi? Já, ég veit sé, ég var eitthvað stoltur Nei, ég lóks að skýt saman, bara situr á dollun í allan daginn Já, ég veit sé, ég var eitthvað stoltur íslíkur Já, ég líka Ég er alveg til að vinna King of Patriots Býtum með yfirlýsingast, það kemur ljós á eftir hversu stoltur íslíkur það ekki Já, hversu stoltur? Já, það er líka, þessi spurningakeppni verður ekkert endilega út á það Nei, ég minna, þetta er ekki alveg Nei, ég á ekki vona því að þessi spurningkeppni fjalli bara það sko Nei, en við getum hins og að farið í alvöru keppni núna drengir sem að, já, það er ekkert bull þar og það er þekkið ekki Stundum bull, eða þú veist, Jón Jónsson hérna og get ég renn undir og fara í, býtu, hvernig fór áttu síðast? Er Egill ennþá að
Var hún þessu? Nei, ég held að ég hef unni síðast En það ekki? Nei, það var jafntefli, manstu Alveg rétt. Það var jafntefli Yes. Egil var búin að vera á rönni á undan því Já, hann er búin að vera ranni Og þetta er eins og alltaf drengir, þetta eru 4 spurningar Þannig að ég spyr hvor eitthvað vill fara hana hjá brentarunum á undan Á ég ekki bara að fara fram með Það er svona hefðin Þessi liður, við náðum ekki að fara í hann síðasta föstudag Þannig að Nei. það var langt sér hann við fengið pásu Ég stekk fram Steindi hoppa Það var fram hérna síkó og slakaði það sá Já, Kom svo manstu, ferskurinn. í gamla dag, þá var En þú hann ert ekki að fara að hægja þér aftur það þá var hann að fara fastreikja núna en Það var engast út af því Volum að fara ekki dollur Herðu, nei, ég ætla Það var að döskraftur á hann sko Ég ætla ekki að kalla á hann aftur Ekki ef hann hættir að vera sitn alltaf Ert þú tilbúin? Já Ég þekki það ekki Hversu, Já, ég held það. hversu rómatískur ertu á skalanum 1 upp í 10? Svo rómantískur er ég Skal við 10 Já, 10 mest, 1 minnst Já Þú ert ekkert, ég hef nú spurt ykkur á þér Þú ert ekki rómatískur, þú veist Ég er ekki svo Brian Ecclepen lappinn með gítarinn og þú veist með bakkelsi og legg það á rúmið og syngja lag og Það er náttúrulega engin annar í því sko Það er eitthvað rosalegt sem maður séð Hann tók rönn með Snow Patrol Sko ég held að það vantar að minnum á, ég ætla að hlusta á það lag á eftir Herru, hvað Með er? Brian. Á landsænum maður séð eitthvað svona rómatist frá Ecclepen Já. Það er eins og að vera rómatískari þegar hann bjó En eldur maður svo þegar Norskall hafði ekki með ammæli og sem var ekkert eðlilega góð í doggi Já, það var, herru Það var álur ammæli sko eða sko Já, en En sko ég held að hérna ef ég voru hreinskilin alltaf það þá sem er ég 1-2 og það er bara til miður staðan því að maður er með sína styrkleika í þessu lífi og þetta er ekki einn af mínum þannig að ég held að svona hreinskili svar er ás Ætlar að segja 1, frekar en 2 Áttu ekki 1 og 1 moment 1 er alveg, þá getur ekki verið lélegur Ég sko, Getur ekki gefið 2 ég kannski með, þú veist, romantískur minn hátt kannski, þú veist, ég veit ekki, bóka ykkur á ferð og koma óvart að fara hérna þessum tíma og eitthvað svona. Gefðu þið þá 2 Þú veist, ég held bara málið ég nenni ekki að ljúga fólki, ég er 1 ok Því miður, mér langaði að gefa mig 2 en þá er ég fann að segja ósatt sko. Já, það má ekki Nei. Hvort myndið þú eða Steindi plumma sér betur á sjó? Já, alveg rétt, ég var með þessa því að síðasta föstudag var sjómannahelgin Yes! Ég ætlaði að tengja þetta um sjómannahelgin Já, við hættum En við fórum ekki í þetta Ok En sjómannahelgin var síðasta helgi Þannig ég spyrir núna Hvort myndið þú Það er eða? að velta steinum, en betur á sjó Ég hef mikið að mönnum sem vinna á sjó í þjálfun Já, Því að engaþjálfun hentar ekki fyrir á Hann er komið til Gilsa í fjárþjálfun Og ég fæ svolítið að heyra hvernig vinnudagurinn er og hvernig vinnutíminn er og flestir eru á 8 vöktum, vinn í 8 tíma frí 8 og sem rúlar það bara 8 En vandamál er að þú er búinn að vinna og það er 8 tímar að vinna aftur það tekur vel tíma, þú veist, þú færir að geta færir í káetu eitthvað Já, sofna. hristir þig, síðan leggur þig og þú nær kannski bara 5 klukkutímum í svefn já þá ert eiginlega sleep deprived í rauninni allan tíman á sjónum og þú veit að ég fer upp í rúm klukkan 9 Já, og er aumingi Þannig þú heldur að þetta henda Steinda betur Ég sko, hann er margótt sagt hérna í radio að hann hatar að sofa og hann elskar að djöflast líka hann er svona mikið eitthvað svona djöflast eitthvað en ég er svo ég held að flestir eru að hugsa hana mig, ég verið betur sjónum svona, en ég er verið að hugsa þetta aðeins og ég held bara að þú veist, að Steindi þarf ekki að sofa sem þetta mjög vel á sjónum hann elskar að djöflast hann getur fengið sér síkó, þú veist, hann getur staðið og þilfarinu, þú veist, í einhverju vesti bara með síkó, ég held bara því miður að Steindi væri betri á sjónum en ég. Það er bara þannig, mann Við ekki næbjast ekki þessu Það er það næsta Ef þú mætti vera forstjóri hvaða fyrirtæki sem er á Íslandi hvaða fyrirtæki er þér fyrir á valinu? Wow. Af öllum fyrirtækjum í Íslandi mætti ég vera CEO. Mætti velja Það er rosalega. Bara gæði mig eitthvað svona leprechaun til því núna og myndi segja, herðu, þú mátt velja það fyrirtæki Já, þetta er sko ég er búin að vera í 15 pluss ár í sporthúsinu og ég er með gluggalausa skrifstofu Já það er ekki gluggi á henni og ef það er gott viður úti þá bara frétti ég það segir mér eitthvað það er gott viður og ég sé það ekki Þú fer nú í hátíðismat og svona ekki ég oftast næri ekki en það ekki hátíðismat ég kannski næri að hlaup út og ná mér í salat og lokal eða eitthvað skilur en allavega, ok sko mér hefur dreymt í öll þessi 15 ár að einhver tíman í lífinu fá skrifstofu með Ocean View Já. þannig bara pældi að vinna á skrifstofu og þú sér Það er sjóin enginn á Íslandi sem elskar Ocean View meira en Nei, pældi bara að vinna og sér sjóin og þannig ég hef hugsað ekki hvaða fyrirtæki er með Ocean View eða hvað location væri líklega hann eitthvað starf í Borgatúrun eða þar það er náttúrulega með útsinni við sjóin er þetta ekki bara hann að nýju skrifstofunir á Kviku ég ætli bara til að vera CEO hjá Kviku
Ég er gaman að bréfunum og og ósipum, jú, ég held að þetta mér heldur vel. Já, ég held að getur ekki alveg spilað inn í að þú verður ágætis launu það, sko. Ég held að sé ekkert bara hvað að þú sjáu sjóin vitlisingurinn, herðu, það sé ekkert eina sem spilar þetta inn í, sko. Herðu, þá var það síðasta, já, þessi er skemmtileg. Þessi koma innst, já, hún er heldur skemmtileg. Hver er kynþokka fyrstur í fjölskyldunni? Já. Kynþokka fyrstur í fjölskyldunni? Og þá er ég að tala bara, þú mátt ekki velja eitthvað frænda sem ekki þekkir. En má ég taka svona nánustu, þú veist, fjölskyldu? Eða svona, bara svona instahring, ekki bara, þú veist. Þetta er annarkvæmt mammainn, pappinn, bróðinn eða systir. Já, sko, því að ég poppaði strax að upp. Ég verði alveg að fá að semja við með þetta, sko, því að það er, sko, svona, þú veist hvernig nána fjölskyldunni er, út með systkinabörn, sem þú lítur á sem nánustu fjölskyldu. Og það er ég er með, frængu, sem þú þekkir og þú þekkir mannin það er Telma Ír Tómasdóttir, Telma Tom og maðurinn hennar Partíeli og bara Partíeli var sko það sem er skemmtileg ok, Telma kefti í Ungfrú Suðurland 2003 veist, ég veit átti, ég var að hvetja hana og ég var að sýna henni stöðning Partíeli kefti í Herra Ísland 2005 hann hefur bæði hafa keft bæði upp á svið sko. Og Partíeli kefti á móti King Ólageir og Óli Geir reykti Partíela en Partíeli fór í top 5 síðan misti Óli Geir titilinn að hæði sér og þá skottaðist King Partíeli eitt sæti sem var það vel í sig þegar að frétti það sko fóru 54 sko og menn veit ekki að Partíeli er besti dómar í Íslands í dag í bestöldinni hann er bara við tala hann mun dæma í Champions League einhvern tíma þannig að þú veist ég get ekki nefnt mig Hildi eða Atla eða mömmu eða pappa því að þetta par, Telma og Partíeli þú eru bara búin að reykja alla fjölskylduna bara eins og leggur sér sko Telma Tom já, ég verði að gera Sískina hún er vespaníðingur, við munum sjá hann á þjóð ef við fyrir að hanga félagarnir og herruðu, ok, ég geði þér þetta takk en ef þú eru þar að velja þinni fjölskyld þá myndi ég segja Hildi eða mömmu ok, setja einn í svega Atla eða pappa, ég veit ekki herruðu, hentu þið fram maður Stegi ásneitt og komir hann frá Drullarinn Nú alveg þetta hast Þannig drullar þú þér út Herðu, hvað segir þá Kalli? Ég skil af hverju fólki finnst það leiðilur Ég bara skil það Drullar þér inn Alveg rugglaður Erstu ready? Já, ég er klár Hvernig ertu, þú voru bara 2 félagarnir? Já Það er bara hann Ekki góður? Jú, ég er góður Jú, ég er hann góður Er það ekki? Allir feskir? Jú, ég meina, þú ert svo fljótur upp sko Nei, ég var ekkert, það var stór sem varst brjálaður, ekki ég? Jú, ég var bara að gefa lestur Þú varst brjálaður Þú varst að segja fucking í öllum orðum og þú vilti bara hætta með þáttina hann sko Nei, ég var bara basically að segja að ég er ekkert að labba inn á hvern sem að öskra bara, herðu, Sko, ég var bara að gefa lestur sem áttir inni Já, en þú átt inni lestur fyrir hitt líka Já, hef tekið á nú helviti marga Herðu, ok, þetta er glemt og grafið hjá okkur Já Erstu tilbúin? Já Hversu rómantískur ertu á skalanum 1-10? Sko, ég er ekki það rómantískur Ég get alveg viðkjönda Áttu spretti? Já, ég á alveg spretti En overall er ég það ekki Og ég er Ég er ekki eins og skammaði mikið fyrir það sko Þegar kona mín er það ekki heldur Hún er ekkert rómantísk Nei, þú veist, meir en ég En ekkert svona Nei Ég ætla bara að vera heiðlur Helst þetta ekki svolítið Bara mér finnst þetta góða punktur í það Því að ég er ekki rómantískur sjálfur og ekki Rakel heldur Þannig að ég held að þetta sé meira ef að annar makin er það þá reynir hinn kannski svona aðeins að skeina sig Já, en málega er það sem þetta snýst alltaf litlu hlutina sko Þetta snýst bara það sko Bara þú veist, að þú bara takir momentið og bara, ég bara tók allt til á þann bara óvænt Ég hef rætt það við þér, það er ekki romantík sko Nei, ég veit það, en þú veist, litlu hlutinir þeir gilda svona meira samt held ég heimi á mér sko Þú veist, ef við erum bara að gera bæði svona litla hluti En ef að Sigrún myndi taka allt til heima þér myndir þú hugsa að ég var góð romantísk Já, þú veist, ekki romantísk en ég væri alveg bara, wow, djúvill þetta næs Þú veist En það er bara ekki romantík Þegar þetta er svona, við reynum að deila þessu svolítið Ég ætla að segja þessi þristur Já Hvort myndið þú eða Egill plummaði betur að sjó plummaði sér betur að sjó Ég myndi gera það sko Já, þú veist, Við vorum nú á síðustu helgi að skemmta á sjómannadaginn og þá var mikið hlegið þegar voru að spyrja okkur hvor okkar er þið skári
Ég held að ég tengi bara miklu betur við fólk á sjó. Þetta yfirleitt sko útkværa fólk eins og ég. Og hérna svona myndi falla betur í hópinn. Ég myndi falla betur í hópinn. Og þú veist, Egill til dæmis hefur aldrei reykt sígarettu. Nei. Ég hef gert það. Ég veit hvernig það og þú veist, ég myndi bara heldur þú myndi byrja að reykja eftir þú fara á sjó? Örugglega. Já, ég held það. Af því að þú veist, ég held þú getur bara ekkert verið ekki með síkó á sjó. Mátt veipa þar. Já, ég veit það, en þú ert ekki að nenn að vera með veipi í allir bleitunni og hræðslutækin. Var þið ekki líka að heyra það út að veipa á sjó? Jú, fara að heyra það sko. En ég held að ég sko, Egill er alltaf eins og þú hefur sagt að ég sé í hálftíma að gera mér þetta í ári fyrir út. Þá er hann samt miklu meiri snirtipinn en ég sko. Hann er að hugsa eitthvað, hann er með eitthvað brunkuklút á sig núna og búin að sprauta sér rakspyr á tísunum síðan kom og hann er allir, þetta gengur bara ekki út á sjó sko. Nei, ef einhver fengi að heyra það, hversu mikið fengi Egill að heyra það á sjó ef hann væri með brunkuhanskan með sér? Brunkuhanskan ber á sig. Það er að gera það á sjó til að ná góðum myndum á Instagram. Já, passa sér á bleitunni og væri svona, þú þarft sko, á sjó er þetta yfirleitt 6 og 6 eða 8 og 8 vaktir. Og það henda mér mjög vel sofa bara ekkert of lengi og hann er alveg í tómurugli. Ég held að þú veist að þetta tengist ekki eitthvað, ég veit að Egill hraustar mig. Þetta tengist því bara ekki lengur. Nei, þú veist, það er komið svo góð tæki að þetta borðu. Já, þetta tengist meira bara svona hver heldur þetta út sko. Já, herðu, ok, þú segir Steindi þarna. Já, það er svo skemmtilega. Ef þú mætti vera forstjóri hvaða fyrirtæki sem er á Íslandi, hvaða fyrirtæki er þið fyrir valinu? Ég hugsa að það væri bara Sín? Já, það er Heiðar að fara að passa sig. Já, Heiðar þarf að fara að passa nú. Eða eitthvað sambærilegt fyrirtæki, því að þú veist, þetta er bara sem að þekkir. Já. Þú veist, ég veit nákvæmlega hvernig sjónvarp, útvarp, allt þetta virkar. Sín er náttúrulega líka sín og netið og það. Ég veit, að maður þurft að náttúrulega koma sér inn í allt. En ég myndi ekki vilja bara labba inn í, þú veist, inn í bara Seðlabankann. Nei. Eða þú veist vera Seðlabankastjóri. Já, kannski frekar, kannski ekki gott dæmi. Kannski þú veist, fara að reka bara að vera forstjóri yfir Ölgerðin eða eitthvað. Samt, þú þekkir það, þú tryggir. Já, ég geti, það var reynda líka alveg einhver option. En ég get ekki labba bara inn í vís. Nei, þú veist ekki til tryggingar. Ekki neitt, sko. Þannig ég ætla að segja, sko, Ölgerðin er gott líka maður. Já, ég ætla ekki að taka þetta Sín. Já, ég ætla að segja Sín/Ölgerðin. Þá er að síðasta. Hver er kynþokkafélagsstjóri í fjölskyldunni þinni? Ertu að tala hversu langt, þú veist, er þetta stóru fjölskyldan? Nei. Ekki frænk og frændi en eitt svolítið? Nei, ekki nema þá bara sé mjög náið. Það er aðalega bara sko hvað, þeir eru 3 sískininn ekki? Jó, ég svo seniorinn og Jó, bróður minn og sýsti mín og seniorinn og mamma. Já. Sko, hefur þú séð myndir af seniorinn þegar hann var ungur? Nei, mér döðu langar að sjá þér. Hann var ekkert eðlilega huggulegur sko. Já, hann er alveg huggulegur í dag. Hvað meinar? Ég er að segja, hann var bara með svona liða hánir og axlir og tágrannur og svona slikk sko. Var hann eitthvað svona mótuhjóla eða bílatefar eða eitthvað? Já, hann var meira svona skellinöðurúlingur. Já, sem var það hann þroskast upp úr því. En síðan hérna, síðan alltaf eldri árum sko, ég hefur þessi myndir af hann, ég sýndi alltaf myndirna á honum hérna í blöðkastunni í Gammósíunum. Já, hann var hann í klippi aðfangadag. Alltaf gaman að því. Og hann var ekkert eðlilega sexy. Þetta er bara að segja senior í það? Ég ætla að segja senior. Já, ok. Hann á rosalega moment sko. Já. Hann á þau. Hann er líka, herru, ég þarf að fara að fá mér í glas með pappin. Ég er mega, ef hann er að hlusta núna, bara ég heimta að fá að koma í matabóð. Já, hann er saman. Það er þess að helli í okkur, fara í beljuna, vill hann ekki drekka úr beljunni og sér ekki hvað er mikið farið á rauðinni? Jó, hann elskar að komast í belju sko. Og hann er alltaf að tala að glasi, hann sé eitthvað, hvað sagði þetta? Hvað sagði hann alltaf að tala að vant eða bara botnin á eitthvað, hann er alltaf aðeins komið svo lítið í það. Pappabrandar kemst eitthvað voða lítið í glösin, alltaf að fylla voða hann að tekja þetta glas lítið en hann elskar að koma til beljuna en hann er náttúrulega bara alveg svo hann er sinnum 10 í glasi sko. Þá fyrir hann að segja að passa þig á, þú veist, hvað sagði hann aftur við okkur þarna? Passið ykkur á þriðjörgum þessi vittlýsingar eru út út núti. Við erum að fara til Brætor og skemmta, það er þetta uppáhaldsmomentum út af flugvelli efer. Já, veist, hann hefur sagt við mig bara sko leiðinni leigubíl, bara passaði við bílunum með það og þú veist, hann er svona. Já, ég fíla, ef hann er að hlusta þá má hann endilega fara að bjóða mér í mat en við erum á ílinn inn. Var þetta síðasta? Já, hann konum 4. Sko,
Ég trú ekki að hann er góðin. Já, herðu. Já. Þá skuldum auðlýsingar, þannig að við þurfum að láta þetta skanga, drengir. Yes. Ég spurði Steinda Egill. Ég spurði Steinda, hversu rómantískur eftir á skalan með 10, hvað heldur hann að sagt? Ok, sko Steindi er ekki hann er ekki mjög romantískur, sko Alls ekki, sko Bara mjög langt frá það, sko En hann myndi samt ekki setja, veist hann myndi aldrei viðurkenna að segja að hann væri einn, sko því hann er alveg, veist hann ná sína spretti, sko Já. Þannig að, sko en hann myndi aldrei setja, veist hann myndi ekki þóra að setja 5 á sig, sko hann setja á sig 3 Það er rétt svo rosalegt. Varst það hér? Þetta er rosalegt svar. Stóðstu beittur utan það? Nei, ég sá hvað hann sagði. Nei, það er ekki að hlera það. Jétt. Þetta var rosalegt, hann setti 3 á sig. Það ekki Af 10. Ég bara, maður þarf að lesa í stöður Já. Sko, ég ætla að verða heldur góður í þessu. Ég var að gefa hann það. En þá spyrir þig, Steindi, hvað setti Egill á sig? Ég held að Egill sé aðeins romantískar en ég en ég held að hann sé samt ekki romantísk, þú veist, hann er ekkert að missa fleiri spretti. Já, ég held að hann sé ekkert að missa sig yfir þessu, en ég held að hann sé svona aggarilli fyrir frúna og þegar hún ágif von á því og nei, ég veit ekki. Mér er svo skrítið hvað. Þegar þú talar romantík, þá er það eitthvað sé að taka til eða elda. Nei, þá meina ég það eru litlu hlutinir. Þú veist, litlu hlutinir telja. Ég sko, það eru voða fári að setja ykkur rósablöð á gólfin, sko. Já, þetta er stór. Og hvað þá taka það upp? Já, það er Ekla Ben og Jón Ég er náttúrulega alltaf lagið út að byggja. Þú veist, þú út að byggja um að giftast. Já. En ef þú verður að gera eitthvað svona rosalega romantískt, þú verður að taka það upp. Þú verður ekki setja það neist. Það er influencer Sko, Já, influencer þarf að gera það. Það verður að sleppa það Þú persónulega. verður að record it það, sko Herðu, ég ætla Rakel myndi bara frekar taka bullet, held ég, en ég myndi verið að taka upp eitthvað romantískt augnablik hjá okkur og setja það Það er sama Instagram. hjá Ég má mér. alltaf taka mynda henni, sko. En sko, Egill er influencer. Hann er alltaf að tala um hans er influencer. Já, hann elskar influencers. Það er bara vinna mín Já. Það er ekki vinnaður. Ég er influencer, sko. 100. Og sinn. ekki er ég að sjá mikið af romantísku dóti þar. Nei. Hann myndi posta því þar, hann segir það. Ok. En ég ætla samt að gefa honum fjarka. Hann setti ás á sig. Ás? Já, ég Segir það sé bara- eins óromantískur hægt er að vera. Ég gæti ekki verið að ljúga þjóðinni, sko Ég Þannig veit að- ekki alveg hvað ég átt að fá Akkur ég En að fá 4 þú tekur aldrei neitt spretta. Þú veist Ég bara veit svona ekki hvað, þú veist Held ég ekki En rómantík er nefnilega svo auðvitað að segja, sko. Þeirra miskilda, rómantík er ekki bara eitthvað súkulað og rauð. Nei, það er meira ef að kona myndi til þess að segja bara vákandi flotti kjóll eða eitthvað svoleiðis og svo allt í henni verður búin að kaupa hann þó að sé ekki konundagurinn þeirra. Já, það er myndi Það ég er segja. romantík, en ekki það að hún taki til heima þeirra. Þetta er bara eitthvað sem maður getur þetta að laga í lífinu, er það Já, ekki? sko, þú veist En eins og ég veit, ég er eitt nú lifir Þannig að þetta er Ég eðla góð dagur, sko ég fekk gott skor frá konunni þegar ég kefti eitt sem að hún benti á fyrir löngu síðan, sko. Veitu hvað Þannig ég að það var var- smá Hvað romantík. getur þú? Málega, sko. Já, en veitu hvað ég var til að gera þessar? Ég var til að fá í heimsókn til okkar í blöðkastið Þegar við ætlum að fá næsti gestur Það er Metaworld. Ólafur Þór Jóelsson er að koma að tala um Metaworld Ó, veistla, Já. þú búin að bóka hann Ég er búin að bóka hann Já, við þurfum að velta steinu það, sko Já, því að þú veist Þetta það er ekki, við erum á tíma hérna, sko. Já, If it makes money, it makes sense, sko Já, Við verðum að setja pening í það, Hvernig sko að bara basically hvor heimurum verður skemmtileg í framtíðinni Okkar eða Ég held Metaheimurinn að þetta er Metaverse, við skemmtilega, sko En mér langar að bóka Hver getur komið að rættu okkur hérna romantík Sem getur útskipt fyrir okkur Hver er romantiskasta manneskja landsins? Bara, við erum auðvitað setti Já. Sendi okkur Við viljum fá þá mannesku í viðtal og bara fara yfir þetta Þegar ég er nefnilega ekki sammála blöð Ég held að alls konar litlu hluti tekið romantík sko. Já, Já, basically það sem ég var að segja er að ef að þú tekur til heimaður þá finnst mér það skrítið að vera romantík. Já, maður er kannski búin að taka allt til og elda ykkur mat Já, það er allt annað. Já. Bættu því við. á penisnum, Þú eða ert sem ertu bara á penisnum Nei, þetta er bara málið, þú þarft ekki að vera á penusnum Nei, ég bara Það er óvart. Nei, það var ekki- Koma óvart. Ég var í your Það væri wife, bara ógeðslegt. ég kem heim, allt hreint Hættu Þú er búin að eyðileggja elda eitthvað, setja með svundu á penisnum Þá múti ég vera bara Nei, ok, ég þetta næsta ég spurning. lofa því, það er í törn fyrir hana 100%. Steindi, ég spurði Egil hvort myndið þú eða Steindi plummaði betur að sjó, hvað var svarið hans Egils? Svara hans Egils var Býtu, nú þarf ég að vera sniður Þetta var sniður, bara er að fá stig. Nú þarf ég Já, Nú þarf ég að vera ég ætlaði að fara að vera snöggur að segja að hann hafi valið sjálfan sig Ég er bara ekki viss Hann gæti alveg að hafa valið mig Lítill svefn á sjó Allt í rugli
Ég ætla samt að segja hann að það vali sjálfur Nei, hann valdi þig Út af svefninu Þú varst með þetta hárið Hann sagði bara, ég gæti ekki svefnin Þú þarft ekki að sofa Þú elskar að djöflast Þetta fullkomið fyrir þig sko. Agalegt að lesturinn er hár réttur og treystir hann mikið þetta hlusta your gut þannig Always listen to your gut Klúraði stíðin En ég spurði Steinda sömu spurningu Egill, hvað sagði Steindi? Sko, ég er mjög Ég held að Steindi við lesi viklust í þetta Ég myndi segja Steindi voru okkur sagt mig En rétt svar er hann Þannig að sko Ég er ekki viss hann að sagt sjálf á sig Það sagði hann sjálf á sig Ég það svar Já, hann sagði mig Nei, hann sagði sjálf á sig Út af svefninu Það er verið helviti stert að ná punktan Þetta er svefninu, Ég veit sko. það, en ég er bara Herru, þá Steindi, þú ert alltaf að jafnmann Ég fer fyrst á þig Þetta er galopið ennþá Já, ég spurði Egill að mætti vera forstjóri hvaða fyrirtæki sem er á Íslandi Hvaða fyrirtæki valdi Egill? Sko Það er Sko Ölgerinn Kemur sterkinn Og það er free beer Það er ekki eðlilega góð punktur Svo fór ég að hugsa sko Eitthvað forstjóri eitthvað fyrirtæki þá Ég er með free beer, það er eilíf sko Það er alltaf að kaupa Það er langar lætbjór Ég er CEO Er þetta í heiminum á Íslandi? Íslandi Svo er þetta kaupallinn sko Forstjóri kaupallarinnar Er það ekki hægt það? Jú, það heist það Já, ég held það Það er geðvett Sko, forstjóri hjá hvaða fyrirtæki Hvaða Ég það fyrirtæki svar Steinþór Já, Ásakaði Annars hefur ekki brjálaður þegar það er vantar auglýsingapakka ég ætla að segja sín Nei, hann sagði kviku Forstjóri kviku Út af Ocean View Ocean View Það og er þá allir svaraði törnunum hann niður frá Ekki þessar miljónir sem eru í Þetta er búið alveg fyrir ofan hamburgerfabrikuna Sama hús, bara miklu ofar Já, þú veist, og næstu Það er ekki að rölt niður, hit shit Joe Við getum fengið okkur a couple of beers Þetta er næsti Þetta er bær geðveikt. Þetta er næsti bær við kaupall þannig sé sko Við Já, skilum náttúrulega. Allir En bankarnir. sín, við viljum ekki að reka heiða sko Nei, nei, Basically það beðum um að reka Og basically segja að maður langar að reka heiða Er Þegar ég- ég taka jobbið hans Ég spurði Steinda sömu spurningu Hvað sagði Steindi? Sko Ég er að hugsa svona Steindi góður í Sko þekkingans er í Óhollum mat og gaming Eða þetta tvent Hann borðar mikið óhollum mat og hann er mikið í tölunni Þannig ég held að myndi vilja vera eitthvað svona tæknifyrirtæki Svona ekki Svo CCP eða þú veist Solid Clouds eða eitthvað svona gaming shit eða Senu eða eitthvað svona CCP Nei, hann sagði sín Þekki sjómar Það þarf að vera yfir maður hérna Akkur gerur það ekki bara Getur rekið okkur Þetta er 10 ár, akkur er ekki bara CEO hérna Að því, hvað meinar þú? Akkur ekki, getur það ekki Því að mér langar það ekki Varst að segja það ángaða? Já, ég var að segja að ég þyrfti að velja eitthvað Ég er alveg til að vera bara ekki Þú er fórstjóri alveg að vera hættur á starfsmannaplani og bara vera CEO allt í hennu Langaði ekkert að vera forstjóri Steindi? Nei, ég held ekki Það er geggjaði fórstjóri sko Það Já, síðasta Ég var að skegg Ég held að það sé bara eitthvað annar betri Ég er ennþá yfir, þannig að ég er toppmál Sko, Steindi getur bara náðu jafntefli Já, Þannig ég tap ekki. Ég spurði Egill hver kynnt okkar fyrstur í fjölskyldunni Hvað var svarið hans Steindi fyrir jafntefli? Til að jafna þetta, svo getur Egill það já, sko, það má ekki segja maður sjálfur það Nei, Það má ekki nei, ég tók það þetta fram En það sagði það ekki dáma Nei, ok Það væri skrítið Ég sko Blöbannaði það ekki Nei, ég veit ekki, ég er Segðu bara að segja sínist Já, þó ég ætla að segja það er annarkvæmst sagt Hildur, sýstín eða þú hefur sagt Einar, pappið og ég ætla að segja að þú hefur hendi í blikkaran, það er Einar Nei, það var Telma Tom eða Hildur eða nánasta Ég heimtaði svar þar, þannig að Hildur hefur rétt Nei, sko málega, þetta er Telma Tom og Partíeli Þú varst way off Ég er ekki verið leðilegur sko En af því að ef þetta var bara nánasta og spurði hann þá sagði hann fyrst Hildur Þannig ég hefði þurft að gefa það rétt fyrir Hildur Nei, álfurinn Já, þú ert búin að vinna, en hver er næst sexi í fjölskylduna Steinda hans mati? Já, sko, málega er að Ef að Steindir ekki að ljúga hana og þá hefði hann sagt sjálfa sig, sko Þegar ég Sko, þetta er með huguleg fjölskylda, mjög huguleg Svona, þetta er allt 7 og 8 og svona Steindi 10 Þegar hann miðvar skeggið og búinn að laga sig og Þannig að ef hann er hreinskilinn Þá verður það að segja bara ég Herru, þú hvort þið búin að vinna, en að segja bara eitthvað Þú vannst Má ekki segja það? Já, segir hann sjálfur Nei, ég var að segja mammas Nei, hann sagði seniorinn, en til hamingju Já, með ég vann þess að Hefurðu séð gamla Já, ekki, það er alveg hugulegur Þetta var þekkið ekki og við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan Herru, þeirra hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komið að klefa hér í FM 95 blöð En eins og ég kom inn á í byrjun þáttar að þá er þetta eitthvað sem hefur verið beðið í smá tíma Allavega, ég er ekkert að segja að séu mörg hundru manns búin að beðið um þetta En það eru nokkur búin að beðið við að
spila aftur Steindi þegar að við þurfum líka aðeins að útskýra það því ég er bara með símtali, við þurfum bara beint inn í símtali. En við höfum gaman að því að fólk sendi svona og panti. Já, ef það er eitthvað sem maður vil heyra aftur, þó séum við ekki mikið í endurtekningum, en það var, við fórum í dagskalið sem heitir Alnafni, þá ættir að syngja og einhver að syngja, Steindi sér alfarið þennan lið, þá hringir Steindi í fólk og segist heita nákvæmlega sama og þau. Já. Nefna það, þetta var búið að ganga illa hér eins og bara oftast. Þetta er alltaf voða skrítin símtöl. Já, það snýst þetta bara sko. Já. Bara heyra í fólki. Og þú heimtaðir að fá að heyra í konu í restina, mástu. Já. Þannig að með minnir hún heiti Hólmfríður. Já. Og nefna það að þegar Hólmfríður svarar fattar Steindi að hann er að tala eins og kall en ekki kona og reynir að bjarga sér einhvern veginn og úrverður símtal allavega ég hló mikið í klefanum. Skulum heyra þegar Steindi hringir sem alnafni í konu en byrjar á því að tala sem kall. Heyrum við það. Hólmfríður. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Við hvernig er ég að tala? Er það Er ég með hjólísi eða eitthvað? Já. Halló. Heyrðu í mér, Hólmfríður. Já, hvað heitir þú? Heyrðu, Já. ég er að hringja út af hjólísinu. Já. Hvað heitir þú? Ég er að hringja út af hjólísinu. Já. Afsakið, ég steig hérna á Lego Cup. Ég er að taka hann hérna úr fótfæti. Þetta er bara að jafna þig. Jú, býttu. Ái. Heyrðu, Hólmfríður. Já. Ái, býttu. Æ. Getur að beðið, Hólmfríður? Já, viltu hringja aftur eða? Nei. Já, ok. Ég var bara að hugsa já, hjólísið, ertu með það? Já, örugglega, en ég veit ekki hvað þú heitir. Hvað heitir þú? Æ, fyrirgefðu, ég þarf nú að taka mig taki. Ég leið og strífir. Heyrðu, hringdu bara í mig aftur þegar þú voru að jafna þig. Það er algjör óþarfi. Ert þú ekki Hólmfríður Arngrímsdóttir? Jú. Já, fyrirgefðu, ég akkurat nefnilega því hringdi þá steg ég á Lego Cup og sullaði hérna niður kaffi og svona, þetta var óalega skrítið allt saman. Heyrðu Hólmfríður. Já. Já, hjólísið er hægt að sækja það í dag eða? Heyrðu, ég fyrirgefðu, aftur. Þú vilt ekki gefa mér nafnið þitt, ég nenni ekki að tala Jú, nafnið, fyrirgefðu, var ég ekki búin að gefa nafnið? Nei. Hvernig læti ég, eiginlega? Já, ég veit það ekki. Voðalega vitleysir þetta. Já, Hólmfríður, hjólísið er á staðnum með það ekki og það er hægt að sækja það við fyrsta tæki var ég vantilega. Þú gleymir alltaf að segja nafnið þitt, þú er bara að skella á vill. Já, þessi rektur gengur út og segja nafnið þitt. Ég veit það, ég hef aldrei ég hef aldrei fengið ég mikið hláturskast. Geggjað símtal þarna á ferð og þá erum við búin að spila þetta því að þetta var inn í, það voru margir búin að vera að leita að þessu en þetta var inn í 13 mínútna klefa. Það var bara þetta símtal og vonandi höfðu gaman að þessu. Hér eftir smá stund er Common Knowledge spurningkeppni Gilsarans sem er hvað, King of Patriot. Já, bara það er 7. júni, hver er kóngunum 7. júni? Hver elskar meira 7. júni? Þannig að þetta er ekki eitthvað svona, þú veist, áttu fána flaggar. Já, þetta getur verið Patriot / 7. júni, skilur. Þetta er bara basically random shit hérna, sko. Ég er nefnilega, eins og ég sagði aðanstændi, ég er alveg til að vinna þá keppni. Þetta er Patriot. Þetta hljóma mjög vel. Geggja verið þetta. Já, þetta er geggjaður. Mér finnst ekki að það hefur verið Patriot. Mér finnst að við Íslendingar mættum taka Bandaríkjamenn svona aðeins nær okkur í þessu. Já, svona aðeins. Flagga eins oftar. Já, kannski ekki flagga en svona, jú, ég er ekki allir með þjóðastólt á Íslandi. Ég meina það er alveg. Ég Bandaríkjum annað hvort heimili með fánan uppi, alltaf. Þetta kemur bara ljós og eftir. Kemur ljós og eftir. Hér eftir smá stund er spurningkeppni Gilsarans. Það er 17. júni. Það þarf vantilega ekki að minna ykkur á það, kæru Íslendingar, en FNÍ blöð með ykkur hér á
þessum föstu degi og það komin tími á hvað? Common knowledge Ættum að vera í fríi. Já, við Allir neituðu. fólk segja að hlusta núna bara og hugsa, eru þið rugglaðir? Eru þið að vinna núna? Við tökum ekki frí. Ég meina, var brennslan í morgun? Ég spyr Nei, Ég get það fyrst á, hún var ekki Ég get lofað þér að King Richie hefur verið mökkaður í gerð. Ég þekki minn mann sko þegar það er frí Nei, sko. hérna hún, Kristín, okkar besta þau nefndu ekki í morgun Nei, það verður ofurlega gerð. En við erum mættir hér Við erum mættir og drengir, það komið að common knowledge. Hörru, þetta næst síðasti þáttur fyrir sumafrí Spáði það Næsti þáttur síðasti þáttur fyrir sumafrí Sem því miður eru komnir í búlíjar í frí þar, við erum neindir í frí. Blöðkastið Sem tekur mættu ekki. feskir á þjóðatíð, eða vonandi, verður beinnið þar. Blökkast verður á sínum staði allan júli Þannig að engar áhyggjur af því Það ekki? Jú, herrið drengir, common knowledge og hefur við ekki alltaf að setja eitthvað undir, er þetta ekki alltaf svolítið króksararokk? Ég veit ekki. ekki að setja eitthvað krítið Já, setja eitthvað smá Nickelback. Smá króksara. Nickelback er nefnilega ekki króksara Það var engin Ekki? sín á Nickelback Landakorsval var að hlusta á það ekki? Nei, það var ekki að því Herra, ok, við setja eitthvað hérna smá undir Þú veist að við erum saman í liði hérna, Egil Já, við erum að hjálpa stað. Já, þið ætlaðu samanlega. Herrið, ok, þá byrjaði þetta bara þægilega. Fyrsta spurning í common knowledge. Já, hann þetta líka svolítið common Þannig að maður getur svarað þér Já, þessi er mjög... Þetta er eiginlega uncommon knowledge. Já. Nei, þetta er common knowledge. Difficult knowledge Hvað er með þetta asshole? Þessi er þægileg. Og hún Hello, er svona... language Fyrirgefðu, ok. Ertu byrjað að dæla í þig aftur? Nei. Segir munnum bara hérna Rosa töffar í hann. Já, þú bara- veist þessu sveppið þér hann og full Ég sagði asshole, það glæpur það. Já, og svo áður þú varst að fara út eitthvað drullaðir inn Já, og ég ger það alltaf sko. Fyrsta spurning. Ég er að vinna með það koncept þegar það er stendila breynd. Hræðilegt kólsett Þetta er ekki, fyrsta spurning. Hvenær fættist Jésu? Hann fættist 25. desember 2005. Já Er það að loka svarað? Blöð söng í kirkju stendur sko. Já. Þetta veit ég Hann bara Á nákvæmlega. jóladag Þannig að þú Á veist hann ammali Ætlar ekki að segja ekki reyna að aðfangadag? debeita þetta við blöður. Nei, ég ætla... Sem þú söng í kirkju. Ég ætla bara að bjóða ykkur, er þetta lokasvar? 25. desember lokasvar Já, ekki þannig að þú vilt beina hann hafi ekki fæst á aðfangadegi. Nei. 24. desember. Nei 2005. Já. Það er rétt. Það er vel gert. Hann reynda að tala við af þessu. Er þetta eðlileg hegðun? Já, auðvitað. Ég hef ekki hótt að geta betur og spyrillir en að tala menn af réttu svari. Hvað meinar þú? Ég er með spurningar Já, þið er að svara. En veistu hvað finnast í þessu? Þegar ég sagði 25. desember þá sá ég augun í steinda stækka svolítið eins og það komum óvart ég vissi þetta Þú þarft ekki að vera trúaður til þess að vita hvernig Jésu Nei, ég veit það. Hann Ég söng í kirkju Ég líka, held sko. kannski að þið hefðu hentat í aðfangadag. Blöð fór í Philadelphia og söng þá maður fulla kirkju. Þetta eru, málega það, þið skömmuðu mig hvað það var erfitt síðast. Þetta er þægilegt. Við þurfum að fara millivegin sko Nei, þetta er mjög þægilegt. Ok, nú er 17. júni. Herru, við erum konum með stig Já, þeir eru konum með stig. Þú veist, það væri gaman að þið myndu fá þrist. Tapar þú ef við náum öllu réttu? Já, þetta er nefnilega hann. Þetta er geðvægt. Þess vegna er ég Það að verður að vera keppni. Þess vegna hefur þetta alltaf verið svo flókið hjá Þess vegna er ég að reyna að villa fyrir. Ég held að þetta þróið það svolítið as you go sko, ok? Nei, já, Það er sem þú er alltaf í keppni sko. Þetta er keppni. Ok. Þetta er spurningar á móti ykkur. En núlega veit maður út er hann að búlja menni að hendi þið vittlust svar sko. Ég reyna að stýra ykkur Já, þú svolítið. varst hann að plata blöða á hann. Já, ég læti ekki plata mig Nei. Og hver veit nefn einhver verði gabbaður núna? Er það klarið? Önnur spurning og hún hljómar svona. Hver fann Ísland? Ingólfur Arnarsson Það ekki? Ég sko, Hann er alltaf hann að stitt á hann í bæ. nú er ég ekki að reyna að stýra neinum hérna. Þetta var að koma með eitthvað kjafta eða eitthvað annar að fundið það og hann var Nei. 10. gæðin eða... Við getum ekki, sko við erum ekki það vitlausir að við fyrir að breyta svarin okkar þó hann sé Nei, eitthvað hann er búin að sína að hann getur logið sko. Já, ég ætla bara að segja samt sko, það er einn maður sem er með viðunarnið Hefni. Já, hann fann ekki Ísland Ingólfur Arnarsson fann Ísland Staðfest lokasvar Ingólfur Arnarsson. Ætlar að segja það? Já, ég ætla að segja það Sem lokasvar. Já, Hvað er þetta að segja það? af því að það er rétt svar Egil, erst þú sammála þessu? Já, ég er þetta lokasvar, múið að læsa Herðu, þú Ég varst- gaf ykkur leið Hvað hérna þýðir, sko. lokasvar þýðir að búið að læsa Búið að læsa Steindi, Ef það er sjónastáttur og verið búið að setja svona nýjan og lita og læst Eða svarið er læst Ingólfur Arnarsson. Segðu bara svarið Það er rétt!
Við erum að pakka það saman nú 2-0 Djöðlega gaman þegar maður nær Já, ég lasaði ykkur dyrir þægilegt sko. Reyndar eru sko, það eru örgulega einhverjir krakkar í bíl núna að keyra með foreldri sínum vissu bæðisvöru Já, ég var að Það vona er ekki eitthvað til að vera stoltur af Sko, ég held kannski ég myndi hendi í Leif Heppna Þetta er samt, þetta er sko Við erum ekki mikið að spá í þessu hlutum í dag sko. Nú erum við bara að spá Leifur eitthvað í Heppni gambling var góður í rúllettunni sko, hann var ekkert að finna Ísland, hann var bara heppin Já Sko, ok, þá er að síðasta, hún er svona erfiðust Ég get ekki alveg látið ykkur vinna þetta 3-0 sko. Men, En við erum þetta eiginlega búin að vinna Já, þú færst stig núna, þetta þá er er mjög það vel, bara- allavega mjög vel gert hjá þér. Það er bara þannig Herðu, þriðja spurning, hún ljóma svona Hvers son er Siggi Stormur? Hvers son Másson Siggi Stormur Sigurður Ég myndi segja að vera Másson eða Sigur Oft í fjölmjölum, alltaf við til Hann var með þess að spá fyrir rigning á morgun Þetta er Nei, ekki takk, common Siggi. knowledge samt King Siggi Stormur sko Já, hvort er hann Másson Þetta eða er- Sigursson? Ætla að segja Másson eða Sigursson Þetta er eiginlega bara Þetta er random gisk hjá mér sko, því miður Já, Másson, það er rámt Sigursson Nei, Ragnarsson Já Sigurður Stormur Ragnarsson Já, við eigum að vita Þannig að þið áttu að vita þetta Það var að kenna mér í MK sko Já, það er langt síðan svo, sko, það er- frábæn Það er ándi eitthvað 3 decades ago sko Þú áttu að vita þetta Þetta er topp maður Herru Sagar, þetta er bara common knowledge Já, minn En við reyktum því þetta 2-1 Já, mér fannst það líka þægilegt þetta En Þetta málið var núna fyrir að þriðja. leika sá þetta erfið Nú er þetta orðið keppni sko Nú Já. fóðu 3 velar Þriðja er alltaf smá challenge Þessar fyrstu tvær voru eitt eðlilega lettar sko Já, var ég ekki þægilega fyrstu gaf tvær. ykkur það svolítið sko Já, herri, þetta var common knowledge og loksins var þetta common knowledge nema kannski með Sigga Stormi, fullur virðingu fyrir þeim snillinga þá held ég að sé ekkit common knowledge að fólk veit eitthvað svona hann er, sko. Fyrir okkur Íslandi Fyrir okkur Íslendinga kannski, já en herri, svo er það spurningkeppnin í Gilsanum hér er næst Öddi, Steindi og Gils Í FM 95 Blö Alla föstudaga FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og drengir oftast þegar við erum búin að vera í spurningkeppni Gilsanans þá finnst mér við þurfa svona aðeins að hækka klassan á þættunum og fara í eitthvað sem að kennir fólki og fara í eitthvað virtan dagskóli ekki það sem er að spyrja hvort að einhver hafi sagt damn the devil to hell what a patriot í betanum. Nei. Það er sturlastendur, eru ready? Það er eini liðum sem við erum frá upphafi ásamt slúðri Já og hann fer ekki neitt. Þetta er tvei geggjaði lið við getum Slúðið ekki- þetta var ekkert eðlilega gott En sko við getum ekki farið að segja samt að við séum að fara að fræða fólk mikið með þessu lið sko Jú, ég hef sagt ykkur ofta Jú, fólk ég hefur meina nýtt þú þetta. veist, þú lærir shit sko Já, Er það í alvörni? ef þú ert að keppi Besserwisser eða til dæmis í Triviali þá getur vel verið að setja með eitthvað svör og hugsa bara já, alveg rétt, ég heyrði til stöðlunum starfnum. Rétt Það er þetta rosalegt Já, herðu, Já. þá byrjum við þetta, drengir, maður sé, okkur er þetta ekki að koma, hérna er þetta, maður sé, ég er að leita hérna, jú, þetta er komið, inn í tölvunni, er þið ready? Já Þá er það, já, það er eitt kæftæði Ok. sem bæði þið og hlustendur Það er engilega ekki sko Nei, ég er án betri en ég var. Það er helvita erfitt sko Fólkfélur í því fyrst sko Fólk sem fílar spicy mat stundar meira kynlíf. Það er vist sturlu staðrind. Já, ég er ekki fátt sér rétt sko Þá liggur beinast við að spyrja Já. drengir sem fíli spicy mat. Ég elska að spæsi mat út af lífinu sko Já, það er bara þannig. Ég verðum að vera harðar og harðari með hverju árunum maður getur höndlað sterkar og sterkari mat sko. Já, ég meðist sterkum að þú góð líka Já, ég dyrka það. Ég vil, En stundum við því þá er mikið kynlíf Ég nefnist, það er ekki allir sem borða sterkar mat Þetta er kannski við bara undartendingina sko já. Kannski allir aðrir nema við Nei, kannski ekki allir en svona, ég held að sé meðaltali sé með. Já En ég fíla, já, en samt, ég er samt pantar stundum er ég ofkokki eins og einu svona tenni þá mætti ég okkur induskan og gæði maður útskýra fyrir mér svona við 1-5 og ég sagði bara, kottu bara með fjarkan og hann sagði, it's very spicy, ég sagði, kottu bara með fjarkan og gróti alltaf kjafti, ekki sagði það ekki en skilur hvað við, fekk það og ég hef alla sko á það sterkt og þó ég fann að það var gott á bragðið þá leið mér hræðilega alltaf tíma sko. Já, það er nefnilega eitt level að akkurat undir þessu er best. Þannig að þetta var fjarki, hvernig þá 5 mann Já, þú veist, þegar maður er að svitna Það og verður svitna bara með maður er að borða það sko Þannig að ég sjá, þó ég fíli sterka mat var ekki alveg það harður ég fari í alla sterkasta og okkur indaskum Ég held þessi með þér þar, ég væri í þristurum. Já. Herru, þá er það næsta meðal manneskja heldur fyrir sig, já, mér finnst þessi mjög áhugaverð. Meðal manneskja heldur fyrir sig í kringum 13 leyndamálum og af þeim 13 eru 5 sem að enginn veit. Þannig að þið myndið halda að eru með 13 leyndamál 13 leyndamál Sem Í við megum ekki segja frá. dag er náttúrulega engin leyndamál hjá mann í dag, ég veit allir í dag Ég pottið eitthvað sem við gerst eitthvað til mann og veist, Já. svo það er bara að halda þið inni. 13 leyndamál Já. kannski ég varst að kýr, þá varstu örugglega með hellinga leyndamálum en Og 5 sem enginn veit, það er bara þú veist það. Þannig að það Einmitt. er basically svo að gerst á eitthvað að þér eða eitthvað.
Sko, ég myndi halda að þetta væri samt svolítið meira eins og Egill segir svona kannski krakka eða úlinga. Nei, ég fór nefnilega að hugsa þetta þegar ég var að meta hvort ég ætti að taka þessa með eða ekki að það margt sem að gerðist kannski þegar maður var 20 eða 25 ára eitthvað sem að þú verður ekkert verið að segja fólki frá maður segir ekkert frá öllu, þetta er bara svona þetta er bara smá lindamáli, ég ætla ekkert að vera að segja frá þessu þó hann sé kannski af einhverjum viniðinum og hann er bara komið nýja konu í dag og börn og eitthvað Segðu okkur frá einu. Nei, ekki vitið lindamál Ég held að við hefum potið lindamál sem við ekki sagt þenn Við þrýr? Já, potið Þetta er auðvitað rétt hjá blöð Ég held það Þá er það næsta Það er ekki vita Já, þessi er áhugaverð líka Það er ekki vita hvort kóngulær er prumpi Það er ekki að staðfesta það Það er búið að reyna að rannsaka það greinilega fyrst í dyrana Eru það þá ekki með raskat? Ég veit það ekki Nú er ég bara ekki að fyndi Eru það ekki með eitthvað loftgat? Þegar að borða flugur og skordýr, hvað þau ætla að hæja því sko. Það hlýtur það ekki En fyrst þetta er þarna þá er ekki búið staðfesta Það hljóta að reyka við sko. Nei, þá myndi það standa Nema það sé bara mjög klín mataræði þá reykur minna við sko. Flugur? Kannski er það ekki með ras, ertu vissan það er kúki En hvernig skilaði flugunum? Ælaðin kannski bara eitthvað, ég veit ekki Ég er ekki að grína stendur sko Þetta er vantalega manjur sko, það er ekki múið að rannsaka þetta Það er ekki vísað með að rannsaka eitthvað annað þetta Nei sko, máli er ef þú ert að finna þetta í alveg nákvæmur síðu þá er síðan að hlæja þig núna sko Nei, hún er með þig sko Þetta er manjur Alls ekki Ef alla kóngulær, ég var aðeins komin í kóngulávefinn hana Ef alla kóngulær heims tækju sér saman Já, ég kom þess áður, mér finnst hún bara svo mögnu Ef alla kóngulær heims gætu tekið sér saman gætu þær étið upp mannkynið á innan við ári Þannig ef þau væru með eitthvað svona system sem það geta allir að tala saman bara allan heim bara hey, let's attack right now og var það innan við árið að væri búin að geta alla manneskjur Það verður hræðilegu dagur sko Já Vá, þannig að greatest fear sko Nei, við myndum náttúrulega væntanlega að byrja að berjast tilbaka Það er séð arachnophobia Já, hún er rosaleg sko Hægði mér því svona fyrstskipti sko En byrju, erum við að tala um það? Ef alla kóngulega myndir ráðast að mannkynna samtíma og við með öll þessi vopn sem við eigum Nei, við náttúrulega mættum ekki vita því Það er þurfa synchronized attack Já Það er að vera svolítið þannig En ef við erum með flamethrower þá myndir treysta með þess að ráðast til þess að verjast þeim sko Egil, þú þurftir ekki eins og flamethrower, þú myndir bara stíga á þér En erum við Ég ekki tala alveg svo álur flamethrower Já, ég veit alveg gott að tala En það gæti það núna einhver maniac búið til gerfigreind sem getur talað við kóngulegar Já, það var ekki gott fyrir okkur Og það myndi skilabóðum til allar kóngulegar að ráðast að mannfólki Þá þyrfti það að gera eins og Klukkan hálf fimm á morgun. Já, það er að fara svona nóttina Vona bara verið dauðir eða það dettur inn sko Það er ekkert að fara dett inn maður Herru, svo er það næsta Kynlíf og matur hafa sömu áhrif á heilan Það er eitthvað sama hérna í heilanum Já, þetta er bara ekki bara dopamin hit á sama stað Dopamin getur farið víða heilan Ég fæ það ekki þegar ég borða sko Ekki? Nei, þú nýtur ekki að borða mat Það er svo að heila þessi eitthvað bilað með það Já Þú voru aldrei gert það? Nei, ég bara, þú veist, mér finnst bara í alvegni tala ekki það mikill munur á pantum fyrir pítsu að fá bara eitthvað kópisteik sko Það er stórfurðulegt Það er enda pizza en flókslega góð En þú elskar náttúrulega hérna samt eðlu og Já, færði ekki eitthvað, þú þurft að borða eðlu Færði ekki eitthvað svona eins og Ég er ekki að segja að það er gott að stunda kynlíf Ég fæ ekki kikk út ég er ekki Fær velliðan Eitthvað hérna En velliðan, ekki? Ég veit það ekki sko, jú kannski Þú veist, ég ætla að reyna að taka eftir þessu En ég er bara Ég sko, þú veist, málega eins og að fara sko, mér skaman í matabóðum að því að þá er maður bara, þú veist, að spjalla og gaman sko En þið mættu bjóða mér í matabóð og vera bara með slátur Pulsur eða eitthvað? Já, skýt sama? Nei, alveg sama Við erum með matabóð í kvöld Já, ég Það verður ekki slátur eða pulsur Krassa bóðið Jeff Bezos er að reyna að kaupa land á Mars Já Gegna hvert fer það? Já, þetta er bara frábær spurning sko Já, hver ætti að eiga landið á Mars? Þetta er líka svo fárand, er það þá ekki bara svo fyrsti sem kemur? Þannig var það á jörðinu, þegar ekki? Þannig eignast fólk bara, veist mér finnst það líka stórfurðulegt 2022 að bara, herðu, fólk á þessa jarðir að því að það er búið að erða þetta frá því eitthvað komst Hvernig verður þetta þá Mars? Er það bara svo fyrstu sem kemur á hann bara má bara merkja sér landsvæði? Það er að gera eitthvað samning með það sko Já, samning við hvern? Nákvæmlega, það var það sem ég var að hugsa þegar ég las þetta Við hvernig er hann að semja? Ég meina, þú veist, ef hann er að kaupa núna svæði á Mars hver er að selja húnna? Það er svo sem er að selja húnna á það ekki sko En ef við að kaupa okkur ef það er fínt verð á nokkrum hekturum að það ég meina, þá lætur þú ekki fá pening þá er náttúrulega bara að taka peningi Þú getur ekki andað Nei sko, en máli er að við náttúrulega við munum búa annar staðar sérna Andra? Já, þú veist, við höfum opsjónu á því sko Þá er að síðasta, það er ekki bannað með lögum að sviðsetja dauða sinn Þannig að Er það ekki bannað? Nei, það er ekki bannað með lögum Hæ? Það er ekki bannað ekki
Þannig að þú mætti sviðsetja dauðaðinn og mæta bara í jarðarförina og sjá hvernig stemmingin er Að þú allavega ekki handtekinn fyrir Það hafa einhverju scam artists gert það sko En býtu Þú veist Það hlýtur að vera Taka líftrygginguna og eitthvað Þá ertu kærður fyrir það Já, ég en ekki fyrir að sviðsetja dauða Nei, þú mátt bara ekki græða það Ég held að Manjuri segja að kóngulóar prömpi konseptið þannig Já, það sé ekki vita hvort það prömpið ekki Það er enginn að rannsaka það sko Menn er að rannsaka eitthvað annað nú sko Já, ég ætla bara að segja sama sko Nei, það er nefnilega ekki kjaftaði Það er sturlu starrend Kjaftaði er að Jeff Bezos er ekkert að reyna að kaupa neitt land á mast Því að það væri enginn sem getur selt hana Það er ekki sem komur óvart Það kom ekkert á Djúvill náðu ykkur þar Það er vel gert, einu sem Musk talar að Já, það er enginn sem getur selt það Að sippa okkur yfir á Mars Nei, þetta er bara frábær punktur, hver á að selja það? Já, þetta voru sturla starendir og já, ég er forvitin, var einhver sem að ná þessu Já. Hvað meinaru? Ég er að googla þetta Can a spider fart? Já. Og bara fyrsta sem kemur upp er bara Það er geta það sko Já, ok, það var sturlu starend En máli er að þú ert að lesa þetta okkur bara eitthvað random Google Blöð með virta síður Nei, hérna stendur sko Þau eru með eitthvað sec contains bacteria Við sem breakar down matið þeirra Seems likely that gas is a produced during this process Þannig að þú veist að koma einhver gasmyndun frá En hvað sagður þau? It seems likely Þannig að það er ekki vitað hvort það prumpið ekki Þarna var því að pakka saman Steinþór Ekki fyrsta sinni þessum þætti Þú sagður it seems likely eða ekki? Seems likely En sagði þú ekki að það gerða það ekki? Nei, ég sagði það er ekki vitað hvort kóngulær prumpið K.O. Junior Þó seems likely þá er það ekki vitað Já, ég elska þegar ég pakka mönnum saman Já, varst að því Takk fyrir þetta Steinþór Þú spætus fast Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga FM 95 Blö Það held ég kæru hlustendur Já, drengi, það er nánast bara komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blö Þennan föstudaginn Það er rosalegt 17. júni, ég held að á þessum 10 árum að þá hefur aldrei verið á 17. júni áður Nei Þú verður aldrei verið FN í Humblö á föstudegi Ég held ekki Ég held ekki Þú bara verið hérna ykkur 20 á sko Já, við ákvaðum að vera með þátt á þjóðdæðin Þá voru ekki vinnu alltaf sko Nú erum við alltaf verið rugglaðir Já, við verðum rugglaðir með árunum Ég held að við hefum verið þeir einu sem voru með þátt í dag Sveið með þá Pæli í stráka, því við vorum að tala við vorum með styrlaða stærndavann og vorum að tala um kóngulærnar Já Pælið því að það hafa greinilega vísindamenn verið að reyna að athuga og rannsaka hvort kóngulær prumpi Þú veist Já, það er náttúrulega bara skordýra sérfræðingar sem er að rannsaka Já, en þú veist, nú ætla ég ekki að gera lítið úr vísindamennum því að margir eru að rannsaka helviti merkilega hluti en ef þú væri ekki stórt í skógi að reyna að finna út úr hvort að kóngul og prumpi myndi maður ekki á einhverjum tímpúntil hugsa bara, hvað er ég að gera hérna? Þetta skiptir einhver niðurstaðan í þessu máli skiptir bara einhver máli hvort að þau gera það ekki Þarna ertu með sérfræðing skordýr sem er að tjekka það er engin að hugsa bara herðu hérna við erum ennþá að segja að krabba minni nei ég geta ekki, ég ætla að tjekka hvort að kóngulær prumpi það er bara fólk er með sitt svið en sá vísindamaður, hann er geggjaður hann er náttúrulega bara að finna lausn hann er að leysa fá lífið í krabminni þannig þú ert basically að gera lítið úr þeim sem eru svona skordýra sérfræðingar nei ég bara spáði sko ef maður væri núna einhver stað með eitthvað prikk og einhverjar smásjá og í hvítagallanum að tökja hvort að kóngul og prumpi ég held að hljóta pæli bara svona æ, þú veist, á einhver tímpúti bara þegar hann er í næsti að borða það hugsi, heyrðu og hvað er hún að gera það? Og hvað er hún að gera ekki? Það skiptir einhver Nei, ekki þessu skiptir Þú máli bara velta steinum Ekkert frekar en að skiptir máli að við sem var röflaðum þetta hér sko Nei, það er ekki mikið í þessum þætti sem skiptir máli samt gerir þann Já, við erum að skemmta fólki Við erum að reyna það allavega Og ég skemmti mér konunglega í dag Takk fyrir mig Já, takk fyrir mig Hvernig er helgin, drengir? Hún er góð Þú ert að fara á norður, eða Ég ekki? er bara, já, AK Já, fótboltamóti á stelpunni á Grislingnum og ætla bara Er ekki bíladagar? Steik og ég ætla að spöra hérna skóli hringið Já, spólaði, 2-3 hringin Það er náttúrulega dónast Steik, raut og bara, ég elska AK sko Já, City of Joy, maður Dýrskum akkur er steindi Hvernig er helginu þér? Nei, frekar sko Ég er að fara í smá ferðala með Svanþór Einarsinni Fasteignasala og eiganda Fasteignasölu Mósbæðar Pappa Sessa Hvert er anskotum en að fara? ætlum að henda okkur til Dublin Já, þú ert að bara tónleika, maður Tvei fullir á reiði Nei, við erum í svona mataklúbur að fara Við erum að 6 Og frú með? 6, við erum alveg fullt að liða Grislingar heima? Fullt að liða að fara, já, grislingar heima Þú veist, veistla Hvaða tónleikar er það? Hvaða tónleikar er það? Amman ætlar að flytja inn sko Já, hvaða tónleikar er það fara? Hvaða hljómsveit? Við erum að fara til Dublin og það eru Kali og tónleikar á sundin sem við ætlum að fara á Og svo bara er ég búin að vera að skoða ykkur á veitingastæði Já, þú ert ekki í blökast en á mandag Þú er beiginlega að fara á Kali og hella í ykkur Já
Það er ekki bara 2 tíma flug. Jú, reyndar kom Kaljótónleikandi sem algjör gulrót. Já, þetta verður bara random fyllir í. Já, ég vissi ekki að tónleika. Þannig að það var geggjað sko. Gerðu, góða skemmtun í Dublin, Steinþór, góða skemmtun á Akureyri. Ég verð hérna í bænum og held virkinu örgu. Takk fyrir hlustuna í dag, kæru hlustundur. Við verðum með blökkastega sjálfsögðu næsta þriðjudag og svo við mættir hér næsta föstudag með síðasta þátt fyrir sumafrí. Það verður veisla. Já, lofum ykkur veisla þáttur. Já, við hendum ykkur alvöru þátt. En ég er bara gleðilegan 17. júní og hafið það gott um helgina. FM 95 Blö á FM 957.